Tilbúinir enda klukkan orðin 4. Það föstudagurinn 10. mars. Mölli Krú á fóninum og FM95 Blöður hafði göngu sína enn eitt föstudaginn og það alveg ótrúlegt með þetta lag. Það kemur alltaf í gýrin. Við erum með fullan bát í dag. Við erum blandarleiti og sitt í mínu sæti. Beint á móti mér eru, tveir snillingar. Annar heitir Steindi Junior, hinn heitir Egill Einarsson og drengir, hvernig eru þið? Eru þið í gýr? Svo Pétur Jóhann segir það var þessi nýja klippingu. Heyri í Steindan. Já, ég í geggjöðingir. Já, ég í geggjöðingir. Á ég samt, við ljúum aldrei að hlustundum. Já. Það var einhvern veginn, nú ætla ég bara að vera alveg hreinskilinn. Það var meiri gýri með síðasta föstudag. Er það bara því að það var 7 stiga hiti þá og Það var meiri gýri í þér síðasta föstudag? Já. Ég held að það væri, hvað meinur þú? Þú sendir í tjattið í hátinn að væri púkið þér? Ég var að lappa þetta á milli á hann. Ég var að lappa frá Lífa og hingað yfir. Í frausnæsti. Já, svona þú varst að tala um veðurfarið. Já, það var 7 stiga hiti síðasta föstudag. Já, þetta rockar. Við eigum alltaf inn í páskaretrið. Það kemur. Síðast var sunshine og varst með fulla buddu líka þá. Var með fulla buddu? Já, það ekki. Já, hvað, þegar voru mánaðamót? Það ennþá 10. Þú ert launþega gómur, þeir fá útborgað bara á fyrir mánuðar. Ég bara ekki heitt neitt annan en ömmu mín að segja fulla buddu, Ég vissi að það var orðið nýra. Þú ert ekki með fulla buddu núna, það 10. Það búið 10 eftir buddunum núna síðustu vikuna. Nei, ég get staðfist að buddan hún lifir ennþá 10. Það svona þegar hún komin yfir 20. Þá buddan orðin svona farin að, ég man bara þegar maður var að jamma í gamla daga, þá eftir svona 18. Það átti ég ekki breyk. En vörðblöð, hvað leiði vörðblöð? Ég að tala um vörðblöð. Hann náði til svona 15. 18. Þá var buddan búinn. Þannig var það max. En ég get alveg verið hreinskilinn við ykkur stöðar að buddan mín, hún nefnilega þannig núna núna buddan mín alveg að hún á síðustu seðalónu. Við ljúum ekki á hlustundum við það Nei, ég bara Þú varst í Zurich og það dýrstaður. Nú ætlum ég bara að segja ykkur satt. Ég buddan, hún, veskið mitt ýlfrar núna. Það bara, ég Hvart það buddan er við Zurich? Já, ég sem sagt var að koma frá Zurich í Svisslandi og þá kynntist ég landi sem töluvert dýrar en Ísland. Sem ég held að vera ekki til, fyrir utan Mónakó. Já, þetta og Noregur endar. Noregur er dýrar en Ísland. Já, þetta land er töluvert dýrar. Og hvar fannstu fyrir því? Þú var bara út að borða og ressum eða? Já, það rauninni, það eina sem þú gerir rauninni þegar þú ferð svona náttúrulega bara að ferð út að borða og ert í drykkjum. Þú sendir 2 myndir úr þessari ferðin og þetta náttúrulega ekkert á Instagram en það vildur ekki láta ræna húsið þitt. Það rændið enginn. Ég set aldrei á Instagram því ég erlendis. Þá ég að reyna bara að skemmta mér. Jú, ef einhver að passa húsið þá setur inn Ef að konaðin er heima, þá postaðu. Ef að konaðin er með þér, þá kemur aldrei neitt. Nei, við þurfum að fá bara watchdog yfir húsið. Hvað kostaði bjórun á krana í Zurich? Hann hefur kostað Það eina sem spá í hvað bjór á krana kostað. Það munar ekkit kannski það miklu. Hann hefur verið bara rétt rúmlega hérna bara kannski 20 skall rúmlega. Hvað bjór á krana hérna núna? Hvað þetta orðið? 600 kall? 1700 kall? Já, ég bandaði alltaf light og krana hérna á 800 krónur daginn. Já. Og flestir eru á svona 14,50 til 800 nema hérna Blackbox? Nei, King Ari líka hérna. Já, 1000 kall það. 1000 kall Blackbox, það er rosalegt verið ml. Já, ég get staðfist að vörðblöð myndi taka Það er ekki hálflítur. Það myndi byrja öll djömm á Blackbox. Ég tók hérna Við tökum svona leikina hann á Ara hann í kórakörinu og það er svo hækkan hafi farið fram hjá þeim kóng þannig að það er með gömlu verðin það er þetta með light og krana og 1100 kall eða 1112 svona þetta skapið þér í aldrei harrið það Þetta er meira bara þannig að þú veist þegar þú ert erlendis og eins og við erum kannski bara flest öll vöðan þá ferur kannski út að borða og það er alveg undir 10 skall Fattar þú ert bara á Tenerife eða ert einhver staðar í landi sem ódýrara og það er svona gaman og þetta var alveg reikningar sem þú fegst eftir, þú sast einhvers staðar og varst að drekka og borða og svo fegst reikning og þú, wow, bara svona óþægilegt þetta er svolítið þannig, maður fer á heimabankan næstu ykkur dæmi, En það sem ég var að tala um í byrjun því að, ekki það, ég er í biluðum gýr það má ekki miskilast við erum með þess að fara á við erum að fara út að borða eftir þátt og fara að fá okkur rauðvín og eitthvað þannig að það verður skrítið maður ekki gýr En það var einhvern veginn bara síðasta fyrsta Ég held þetta sé veðrið sem að hefur svona mikil áhrif á mig Bara að 7 gráður setja mann í einhvern veginn betri gýr Svo gæti þetta líka verið Tengið við þegar ég segja að þegar út með planadjam þá verður aldrei af skemmtilegt og óplanadjam
Veitu hvað ég menna? Ég má bara ekki hvernig ég fór síðast og óplanum Nei, það er helviti langt. Það er erfitt með unga börn sko. Já, bara gamlir ógeðslegir. En til dæmis það er enginn að draga með allt í hennu bara Hendir mann dregum allt í hennu þegar þú segir það, þá er mjög langt. Ég var mjög duglegur að draga ykkur alla á óplönu jam. Ég þarf að plana skal með allavega 6-8 vegna fyrirvara sko. En málega er að þú varst ekki 6-8 vikur. Það fara í dagatalið og ég þarf að spá að síðu sko. En ég elska í kvöld og að plana þetta 10 dögum. Þannig að það er strax Ég dyrka bara samt svo mikið núna að því að fyrir, þú veist bara, ekki nema bara 3, 4, 5 árum, við erum ekki að tala langt síðan þá fekk maður lestur frá blöð, maður fekk last minute call, bara heyrðu, það er bara eitthvað púk í mér, er þetta ekki bara að kíkja út og maður fekk lestur. Ég var grimmur. Ímyndaði núna, því að nú á hann líka börn sko, ímyndaði einhver myndir ringi hann á laugadegi klukkan 4, bara er það ekki úti og þú verður bara eftir ruggla. Já, það má náttúrulega líka setja það inn í dæmið að við erum mótnið 6 árum eldri. Ég held að það tengist ekkert mikið. Er þetta bara börnin, þetta er ekki aldurinn. Maður er ég ennþá nýri í bæ alltaf. Þetta er ekki skemmtilegt tenging. Ég var byrjað að hafa áhyggjur á þessinni tíma hvort ég myndi einhvern tíma þroskast upp og ég var nenn að fara niður í bæ sem betur fyrir dattað inn. Ég er ekki eins svona ígita. Ég var byrjað að hugsa bara, herðu, er ég bara eitthvað eftir á eða? Þú veist bara, vil ég bara aldrei hætti þessu? Ég held að séum allir smá eftir á með þetta allt sko. Ég meina, þú veist, að því að þú pælir í því sko. Ég lendi einu svona í því með svona í bæ og það var rosalegt wake up call. Það var eitthvað pía fyrir utan prikið sem staðið við. Ég gleymi svo aldrei. Það var í blindfullur. Þetta er svona 7-8 ár síðan og mér fannst þetta svo óþægilegt að það var pía sem sagði mig auðvitað blöð, hvað ert þú ekki alltaf gamall til að vinna í bæ og ég var svo, nei, hvað, veist það er svo fyndið og ég myndi, nei, ég er það ekki og þetta sat alveg í mér sko. Þetta er líka svo fyndið, ég var að tala við vinnmennum daginn og ég sagði bara, þú veist, við vorum eitthvað að tala um eitthvað svona jamtengt og ég bara, shit, ég vil vann maður, þú veist mikið niður í bæ, veist, á sínum tíma allar helgar og þá sagði hann sko, ég ætti að grína svona alveg bara frá 18 til 22 eða 3 þá var maður bara alltaf niður í bæ þú varst núna að tala um fyrir 8 árum, þá varstu 33 ára já, 34 ára þú veist, þá varstu basically þú veist, hann var að tala þú veist, það var alveg rétt í stelpunni, ég var hann alltaf gammal til að vera hann já, þú veist, þú varst í raun og hann alltaf gammal bara, þú veist, fyrir 10 árum sko. samt ekki, við eigin vonum líka að ræða þetta daginn það er eitt sko, jú, ég sammála því það er ekki of gammal nei, það er orðið, en þú veist, fyrir einustu helgi jú, þá er þetta kannski orðið pínu sorglegt tala ekki með þú þekktur bara þekkt andlit í þjóðfélaginu að bara allir úlingarnir séu alltaf að sjá þau allir skemmtistjóðum, þá er það bara að segja ef það er að gerast eitthvað, þá er það bara pínu sorglegt það er ekki bara cozy jú, bara each to their own hitt er alltaf cool kids og það er flöskuból með þeim og það er helviti gaman það var ef að frúi myndi sparka okkur út núna sem við bara stendi ekki með heima eftir og Sigrún segir bara þú leiður á þessu yfirskeggi og svo ruglið er durlaður út þá var hann komin á laust sko þá ertu komið glæni að stenda þá er allt í náttúrulega ekki þú er heldur gaman að fara í bæinn þá myndi ég allt í náttúrulega byrja að hanga með 20 árum yngri og byrja bara að flaska með já ég skilji það breytist alveg hvað heldur að var þetta þá orðið flöskuborsteindi það væri ekki heima allar helgar ef hann var singulsteindi sko 100% singulsteindi í dag væri reynda rosalega mikið í tölvun held ég já ég held það líka en þú varst að tala með bæinn já þið fyrst náttúrulega ekki aðsnælda að fara niður í bæ 0 eins og við á eftir við erum að fara út að borða og ég sagði þetta síðasta första ég myndi ekkert skammast mér fyrir að vera átó eða eitthvað í kvöld bara ekki neitt en ef ég væri þar allar helgar þá þyrfti maður þá þyrfti ég að hugsa minn gang ég er ekki að segja allir Steinþór lætur eins og ekki engin yfir 45 skemmti bara lífið er búið alls ekki þetta kemur svolítið ljós á eftir því ég er með king of being an old piece of shit það er nei auðvitað það er direkt tenging þó ég sé eldri þá held ég að Steindi sér líklega að vinna sko fyrirfram er hann líklega favorite við erum að fara í mat á eftir Blöð er búin að reyna sko tóð okkur í pílu það er spurning ég er ekkert að reyna að tóða ykkur neitt ég sagði ég er stemming fyrir pílu ef þú kallar það að tóða þá bara máttu alveg taka það eins og vilt ég er löngu hættur að væli mönnum að gera eitthvað við verðum alltaf að fá um okkur steik og smá redd endum á einhverju flöskuborða eitthvað starf en sko en þekki það sem ég var að reyna að segja aðan áður við tókum smá dítúr að til dæmis ef þú ert ekki búin að ákveða að fara á rall segjum til dæmis bara eftir þátt að við ætla að hittast einn út af einhverju og fá okkur 1 bjór og það var ekki planað þá finnur þú meira áður eftir 1 bjór heldur en eftir 3 með ákveðið jam í huga
Eru það að tengja við Já, Til dæmis ef það er bara, þú ert eitthvað stór að horfa fótboltaleik og færði þér bara, herru, ég ætla að fá mér eitt kaldan bara yfir leiknum og svo er United að vinna eða eitthvað, er gaman yfir leiknum og gaman að spjalla við þá sem er í kringu þig bara, herru, ég ætla að fá mér annan eftir 2 ertu orðin bara, Jesus, ég er bjór frá því að there's no turning back. Viltu meina að væntingarna drepi þetta niður? Ég held það. Mér finnst eitthvað best er að ljúga bara blöð. Við erum ekki verið að gera neitt síðan dreigið því bara óvænt á skraf. Nei, ég myndi fatta það er eitthvað í undirmeðundinu en kannski er það bara ég af því að svo til dæmis ef ég myndi hitta þig fara að horfa á fótboltaleik og við erum búin að plana, við erum að fara á rall ég panta bjór, ég panta annar bjór, ég panta þriða bjór og ég er bara svona vitandi, herru, ég er að fara á fyllir í þá næ ég ekki sama feeling og ef ég er búin að panta 2 bjóra, haldandi ég sé ekki að fara að gera neitt en svo er líka margir sem endi að þeir eru með eitthvað plan Nei, ég held eitthvað til í þessu með eitthvað sko kannski, en málega er að svo er alltaf líka hellingur liði sem er, þú veist, að fara í mjög gott plan og þá ofpeppast lið það er stóra hættulega þá mætur og ert ofpeppaður, þú veist, við erum að fara í þetta, svo erum að fara að þanga og þá út með einhverja dagskrá jafnvel þá er oft líka lið bara, þá spóla menni yfir sig sko. Já, þá ertu líka bara komin í skotina því þú ert alltaf að bíða eftir að verði gaman þú ert með það mikla tillökun fyrir jamminu, þú bara okkur er ekki jafn gaman og ég held að yrði þannig að þá ertu byrjað að skjóta á þig Skjótið á okkur í dagstrákur? Ég aldrei þóla skot sko Jú, hvað heitir þetta ítalska? Ég er mikil jagamæstur maður Hvað, tekur ekki skot lengur? Ég sé það bara mjólkuglasa vodka Já, það var að því ég tapaði í skæri blað steinn Þú er þetta góður í því Góður að þamba sterska drikk Voruð þið bara í þessum leik og bara nýlega? Nei, þetta var í AC og Hard Rock allir svo þunnir að var í hver ætti að taka fyrsta skot dagsins sko. Það er þetta rosalegt, ég nei, eitt og eitt skoti hvað heitir aftur já, limoncello, mér finnst það fínt Kristín Rutt er að senda hérna það er jager í ískapnum, fáið ykkur til að hlusta og á tánum Já, það getur sko málega er sko stendi, mér finnst málega þú ert svona það var verið að fylla á túborkjælinu blöð er svona vodka getur drukkið bara mjólkuglasa vodka ég tengi jager meira við þig Steindi er jager maður sko og Rikki G er svona þunnur á tenni lítill, svöð jager skot ég er legit jager maður þú veist ég bara fíla drikkin ég sveimi þá, ég er alveg til að taka einn jager hérna eftir en eitthvað að fara yfir þáttinn þar sko, spurningkeppni dagsins ég vissi ekki eins og þetta væri það er King of Being an Old Piece of Shit sagður Já, út af því að sko sem þið finnir þessu umræði í byrjun það tengist beint inn í King of Being an Old Piece of Shit Það er rosalega Svo erum við með Blast from the Past sem er virkilega gott við erum búin að sko Gunnþór slær alltaf í gegn í Blast from the Past við erum búin að spila hérna þegar hann ringdi í Ólís við erum búin að spila þegar hann ringdi í Sjálfstæðisflokkin og í dag er þegar hann ringdi í Arion banka fyrir ekki svo mörgum mánu síðan Nýlega fyndi síðan Já, það er stórkostlegt Við erum með How do you do fellow Opos En þetta er svolítið svona Þema þáttarins er Opos Já, sko það er svona óvænt sko, það dátt ekki að vera þema Nei, kannski er bara að stendir alltaf einhvern veginn að tala þessu old piece of shit kannski Nei, málega er að ég er búin að vera með How do you do fellow kids náttúrulega mjög lengi og svona og reglulega Ég hef einu svona gert þetta áður How do you do fellow Opos Egil er með spurningakeppnina Og þú ætlar að spila, væntalega, ætlar ekki að halda þig við það? Þú ætlar að taka tónlistin í dag? Ég sko, Egil bað mig þetta síðasta föstudag. Ég var að spá að taka þetta daga því við ætlum að fá okkur eitt kaldan í stúdíun og svona. Það er Opos tenging sko. Já, Egil vil fá playlistan úr Hyundai Coupe-num mínum. Í FNÍ sko, í dag. Ég vil bara vita hvað Horni blöð var að hlusta á þegar hann var rúnt í hringi og króknum. Já, sko, oftast myndi ég segja, þegið Horni. Hann var Horni. Þessi blöð var, þetta var Horni blöð. Þetta var Horni blöð. En strákar, þeir að gleyma einu. Strípur á rauðum Hyundai Coupe. Já, þú veist. Svo er eitt dagskrálega. Ég þekki ekki Horni blöð þessu tíma, sko. Þú mistir ekki miklu, sko. Herru, svo er hérna dagskrálega með kompaktin ekki. Já, hvað leiður það? Should I stay or should I go? Ég ætlar að hendi í hann Hann er klár, ég er búin að hendi í hann og ég mæli með því að þú ignora hann ekki því að hann er heldur skemmtilegur svona Ég hef búin að henda í fyrsta sinn í einhver 2-3 ári í mynduru fyrir cash Herru, þá verður spurningar Það kallar á trailer, hann er þig Já, trailer, er hann til Langt sem blöð var sjálfur með mynduru Annars er Ríkard Óskar Guðnason Rekin Ég veit hann er tekniski Hann er ég veit að hann getur rekin mig sko Hvernig ætlar þú að reka hann? Ég veit það ekki, ég bara Þú hefur eiginlega ekki völdin í það sko Nei, ég reyni Ég heyri bara yngva Hvernig eins og þessi helgi Síðasta helgi var risastór Það var Eurovision Það eru Dilljá Ef hún har hlustað til hamingju Geggjalag Ég held að við séum að fara Var þetta ekki besta lagi? Jó, þetta sko Það voru mörglu að þetta geggjuð En
ég held að þetta lag geti actually náð bara frekar langt sko. Já, það var allavega séns. Svo var einhver fótboltaleikur á sunnudeginu sem ég hef lítinn áhuga að ræða hérna. Við tókum hann fyrir blöggastinu og það þarf ekki að tala hann meira. Þurfum að fá Dilljá til að koma til okkar í blöggastið. Þú verður að gera eitt fyrir mig. Sko ég er búin að, við höfum oft talað Eurovision. Ég veist, gert það í 12 ár. Og í stað að vera að fá okkur Eurovision sérfræðinga sem veit ekki raskat, ég ætla að vera Eurovision sérfræðingur F9 blöð. Ég einu sem ég ger núna í bílnum, ég hlusta á öll lögin, ég með það á repeat og menn í öll lögin. Bara þú sjálfur að meta. Já, ég þarf að taka 20-40 reynslu á hverju einstæða lagi til þess að aðsælærið sink in og sko Þannig ég er official sérfræðingur Eurovision bara þjóðarinnar. Já, og málið að til að byrja þetta. Og þetta er líka Eurovision á ammælinu. Ég veit að, já, hörru, þetta er laugardagurinn 13. maí. Ammæli og Eurovision, þetta er same motherfucking time. Það er rosalega. Hver eru líkunar að því? Já, það er alveg rosalegt. Ætlar ekki að halda partíða? Þú verður. Ég er ekki bara bókað. Ég fekk crazy idea daginn, en síðan var ég bara að tala með af því og ég enda líklega að gera ekki neitt, sko. Bókað, haltu partí? Ég sjálfur bara eitthvað. Nó, okkur. Haltu bara ammælið. Ég vonaði með eitthvað að tala það. Ég talaði talaður af því, hvað ger það? Það var svona aðalega ég bara. Sko, þú verður að spila eitt lag fyrir mig sem er eitt besta Eurovision-lag sem ég hef heyrt. Ok, það var ég veit að Horniblu hlustaði ekki á það í kúpnum, en getum við haft Horniblu plus eitt Eurovision-lag? Maður gíska hvaða landið er það? Er þetta Finnar? Já, takk. Það er helviti gott lag, sko. Vídeóið og lagið. Já, þú varst náttúrulega ekki í blöggastinu á mánu. Nei, ég spottaði þetta lag mjög snemma. Já. Þú varst mökkaður í Sörik þá sko. Við vorum að ræða þetta aðeins. Við rættum þetta aðeins, þú varst ekki. Tóku smá Eurovision tík. Ég vil meina finna sig að fara að vinna þetta en ekki Loreen. Ég held að hafið þið heyrt nýja lagi hennar? Ég hef ekki heyrt það sko. Sko, já, málega það er ekki að gott og þú veist Euphoria. Nei, og málega það sem þetta lag vantar er að sko gómurinn sem er mökkaður og er að horfa Eurovision, evróski gómurinn sem er ofurölvi. Hann heyrði alltaf Euphoria rosalegt lag og ég sé fór hann að míga og heyrði bara Euphoria þetta var svona heila lím. Nýja lagi hennar, það er mjög flott en það er ekkert heila lím, en ég held að búkinn hann er að ofmeta Loreen og Finnin er að bara pakka þessu saman. Sko, ef þú ætlar að vinna Eurovision í annað skipti sem er heldur sjálfgefturglega þá held ég að þurfir að toppa fyrralagið þitt en hún er langlíklegust að veðböngum sko. Og yfirleitt er sko búkin alltaf með topp sætin rétt eina sem hann er ekki með kannski hárétta röð en sko ég segi bara Finnin. Hvað er Finnin núna settur hjá honum, The Boogie? Sko eins og staðan er núna eiga 3 lönd séns og engin öndur eiga break, þetta er þannig stöðla. Þetta er Svíþjóð, Úkraína og Finnland, þessi 3 og stöðullin er það hár frá 3. upp í 4. að það er bara gett ráð fyrir að þetta sé bara 3 búðir. Þetta er 3 horse race. En það móti kemur að Dilljá sem er frábær og er líklega bara svona miðbetur söngkonum sem víslíkar eigum. Hún er byrjað að klifra upp sko. Og það er nóg eftir þannig að það getur margt breyst. Herðu, eigum að fara í sko fyrsta lagið úr kúpnum. Er þið tilbúin í það? Hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Hjörpi var að bjóða Tiesto Business, en þú veist, þú hlustar ekki það, þú veist, horni í kúpnum. Tiesto var ekki spilaðar í Hyundai Coupe, sko. Hann var fyrir hans tím. Nei, hann er enda eldgamall ekki, Tiesto. Já, hann reyndar búin að vera, sko, neglut hits í svona 40 ár, sko, en ekki Business. Var það ekki meira bara þú með flösku og austur tímabilið? Ég ætla að setja hérna, þú færðu eftir Finnalagið og Business Hjörpi, af því hann er lojal hlustandi, þá færi hann þetta lag á eftir. En ég ætla að byrja, sko, þegar Egill spurði mig bara svona að taka lög sem voru spiluð í The Hyundai Coupe þá fyrsta lagið sem kom upp í hugan þetta er örugglega það lag sem var mest spilað en þetta er ekki frægasta lag Creed þetta er hljómsveitin Creed sem er já, ef þú fílar hana þá var ekki til að monta sig yfir en ég var aðdáandi hennar á þessum tíma og lagið heitir My Own Prison muna eftir þessu lagið það? Nei, en allar að þetta verður að vera einhver stemning bara Verdict checks in hlusta þetta, hérna kemur þetta rosalegt lag sko Þetta er svona það lag sem ég tekir mest við Hyundai Coupe Skrítið svipur á það er norskasvörður minn sko það svipur á ég gefur svo þetta sen sko Well, I'm so dark in the day just my own sin Ok, tekið á þessu Jesus hvað það eldist bara vel Ég er ekki með sama svip og Steinþóra með það lagi byrja því ég og ég og blöður fættir at the same motherfucking year Ég man mjög vel eftir þessu lagi Þú ert alltaf Youngblood
Já, ég man samt vel eftir Creed Ungur og feskur og sexy. Þetta er rosalegt lag, Þú maður. veist, þetta er basically Þeir eru made them like they used to, sko. Þetta gæti mér þess að hafa verið á heyrðu aftur 94 disknum með hérna Insane in the Brain og Venga Boys og Creed var aldrei á reynum heyrðu aftur og fleiri lög. Insane in the Brain. Já, Insane in the Brain. Það er rosalegt lag og þú veist þessi, og það Skattmann sko, Skattmann blöð. Var Skattmann í bílnum? Nei, hann komst ekki í kupin, ég var rockari. Hentu Skattmann inn í það. Hvað kallast þið? Ég var ekki beint rockari. Hvað kallast þið? Ég hata orðið handbolta rock. Varstu handbolta Þetta var handbolta Þetta er ekki handbolta rock. Þetta er kallað handbolta. Jú, þetta og Pearl Jam og meira skiluð bara. Þú varst að gefa vinninum high five mjög oft og hlusta á þetta. Já, þú varst ekki handbolta gómur samt. Nei, aldrei. Ég spilaði handbolta í Svíþjóð þegar ég var 10 ára. Já, varst í handbolta? Já, bara 1 ár þegar ég var 10 ára. En varst að gefa óvinni mikið að high fives? Nei, það var bara svona meðal mikið að high five-um. Hvað var á móti high fives? Nei, það helst í hendu við sko tónlistina. Veistu hverju gerðu high five að national thing, eða svona að global thing? Magic Johnson og AC Green. Það voru Það sturdu staðin. Heimildamind. Gáðu þeir 5 reglulega? Ég voru alltaf að gefa high five. Það var ekki bara give me 5. Það byrja svona. Svo breytist þetta í high five. En hver breytist í too low? Talandum opos. En hver breytist í low og too slow hérna grínið? Ég veit ekki hvað var svo sniður, en ég ætla að fara í slúður hér í Sá ná ekki að skilja medalíu, einhverja grínmedalíu. Ná, herru, varstu bara að segja Hjöpa að hann fæ business á þetta? Já, sko, hann er að hlusta hann heyri bara. Já, hann vill fjest og þá okkar maður, hann er komin í gýrin í pottinum. Já, Hjörvar fær bara það sem hann vill hérna, hann sendir á okkur. Hann er í FNÍ blöð fjölskyldunni. Herðu, er þið tilbúinir, drengir? Ég ætla að byrja slúðupakkan á einhverju, sko. Ég er ekki á TikTok, en ég fer oft inn á TikTok og er að skoða, veitir hvað ég meina? Já, ég er ekki á TikTok, ég er ekki með reikning á TikTok, þannig að ég get hvergi skoða TikTok. En ég á það til að festast að skoða bara fullt af vídeum. Þetta skoða fólk í ræktinni eða hvað þetta svona skoða? Nei, bara það er fullt af svona stand-upi og íþróttadæmi og eitthvað. En það sem er eiginlega búið að yfirtaka bara allt TikTok í dag. Og ég veit, örgulega unga liðið sem er að hlusta, veit hvað ég er að tala um. Og það eru Hailey Bieber og Selena Gomez. Þetta er... Sko, þetta er svo mikið, þetta er svo skrítið drama að það nær yngri átt. Ég sá fyrirsagnir á þessu. Já, fyrir ég kleip fram með þér Steinþór. En getur þú gefið mig bara svona crash course hvernig þetta beef út af hverju það er? Því ég nefndi ekki að lesa, ég nefndi ekki að greina. Selena Gomez og Justin Bieber voru par. Alveg rétt. Já, og allir heldur með henn. Fengu ekkert hate. Þó að Justin Bieber hefði byrjað með alla stelpur sem voru skottan í honum, maður elskuðu Selena Gomez líka. Hann er í dag giftur Hailey Bieber sem að hét áður Hailey Baldwin. Já, og pappinar er Stephen Baldwin. Já, sem á... Og Biodome og... Já, við þurfum ekki að ræða myndið það sem hann á. Það er ekki besti Baldwin? Jú, hann er eiginlega besti Baldwin. Já, sko, og eftir William og Alec er Stephen alveg helviði. Eftir William? Nei, mér finnst eiginlega... Já, þú sést lifir það. Já, það er eina myndin. Já, en Biodome var samt alveg, það var alveg mynd, sko. Settu slifir á í kvöld og segðu að morgun þetta ekki William Baldwin maður. Senda á mig, ég er ekki William. Ef einhver mynd eldist illa, þá er það slifir. Munið þegar það voru fastir inn í Biodome, inn í þessu í marga mánuði, svo var lykill í klukkanum. Hann gæti bara farið út. Ég sá hana bara einu. Þetta er góð mynd, sko. Sko, það er líka, svo sem er búin að dragast inn í þetta, er Kylie Jenner, sem var stærst allra kvenna á Instagram. Nema það að þetta kallast augabrúnadrama. Því að Selena Gomez setur eitthvað inn á TikTok eða Instagram þar sem að hún var eitthvað að snirta á sér augabrúninnar og það mishefnaðist eða eitthvað svona dæmi og þá fer Kylie Jenner að setja líka inn sitt og hún Hailey Bieber og og þá vildi allir meina að þær var að gera lítið úr henni þess að þetta væri eitthvað svona einelti og þá voru það að því ef þetta klikku tölur þetta svona þitt faglega mat. Mitt faglega mat, ég veit það ekki, svona ángríns því að heldur að vera að trolla hana? Eina sem ég get sagt með mitt faglega mat er að þetta hefur komið mjög illa út fyrir bæði Hailey Bieber og Kylie Jenner því að Kylie Jenner misti nokkra milljónir á Instagram eftir þetta og Selena Gomez var langstæst nokkra M? Já, Hailey Bieber líka og þær eru að fá, mér er þess að hefur þetta það mikil áhrif að sko
að hún a billionaire en það orðið tæft í dag Kylie Jenner að því að það búið að plumma svo her cosmetics Þá greinlega metur fólk að það ekki verið klikku tilun Það að vera með leiðandi En þær hafa allar einhvern veginn reynt að segja bara eru hættu þessi kjafta á mér sem Selena Gomez sem við tekið upp hanskan fyrir þær en svo sett hún einhver olíu á eldinu þetta stórfurðulegt allt saman en svo sá ég eitt sem að ég verða gefa, hvað segir maður, samsæriskenningum að það kom eitthvað vídeo sem að kom með marga miljónir af views Hailey Bieber að segja alltaf sama í viðtölum og Selena Gomez það stórfurðulegt Fyrir viðtöl og hermir eftir henni í öllu viðtöl Já, og það var búið að setja inn einhver svona 4 eða 5 vídeo þar sem að Selena Gomez var í viðtali að tala bara, hún var spurð hvað myndi langa að fólk vissi þig sem að enginn veit hún sagði, my heart og það var allir, eitthvað, hún bara eitthvað svona, veist, ég fór ekki að grænja en, herru, svo bara spilað og þá var Hailey Bieber einhver viðtali á Jimmy Fallon og hún segir bara ef ég mætti velja einhvað sem að fólk vissi ekki hún var ekki eins og spurða þessu þá sagði hún, my heart svona, þetta orðið martarna sem orðið svona nett kjánalegt En það sem ég finnst náttúrulega líka svolítið skrítið er að þú veist maður græðir, þú veist Ertu heima að horfa á þetta? Nei, ég sá þetta bara á TikTok Svo ég náttúrulega með slúður í útastætti Ég þarf að vera on top of things Það er svo létt að lifa án þess að Ég segi að svo létt að lifa án þess að það er alltaf gaman, skilur Ég myndi aldrei vera heima um mér að skrolli gegnum svona í marga klukt Ég myndi ekki gera það at gunpoint Slöðu verið með lengi Já, takk fyrir það Og þetta er allt stórfurðulegt einhvern veginn Og svo má ekki gleyma því að þetta hefur actual áhrif ef að fyrirtæki þetta farið að selja miklu minna af hvað segir maður, cosmetics bara, hvað heitir þetta varalitir og allt þetta dæmi Ég las fréttivörur miklu minna út af einhverju svona kjaftaði Ég las fréttum daginn sem að væri svona líka fólk var að því að það er svo mikið af einhverju svona á Reels og TikTok og öllu stóti þá er svo mikið af einhverju viðtölum sem eru, þú veist, bara eitthvað frægur svona radio host til dæmis að segja eitthvað og það er klift allt annað spjalla milli, við skoðið það er búið að feika samtal þannig að þú veist að því að fólk er alltaf bara að kíkja á til 10 sekundur, 20 sekundur en leðum við að kíkja í kommentin þá er fyrsta kommentin bara ok, þetta er alltaf bara búið að klippa þetta og jari það var að taka hlut úr samingi, fattur En þetta sem ég var að tala núna er út allt Svo ég veit ekki alveg með þetta en neistinni sloknar hjá TikTok-parinu TikTok-stjörnunar Amelie Silber og Blake Gray eru hætt saman eftir rúmlega 2 ára samband Þetta, sko, þú hefur aldrei þú múst að toppa þig bara þú múst að toppa þig í Nobody's Ég ætla bara að segja það því að ég veit að ég hef ekki alltaf heyrt um þetta svo að tala Nei, ég er enda ekki alveg með Steindið, nú sko, kemur hræðilega út Þú veist að á eftir er King of Being Old Piece Shit Já, segðu mig hvað fólkið er segðu mig hvað sagði hvað heitir þetta fólk Amelie Silber og Blake Gray eru hætt saman Amelie Silber Já, nákvæmlega Nei, ég veit ekki hverju þið er Og hvað voru þau að gera? Ég veit ekki hverju tók þetta inn, maður Hvað er þetta? Hvað ætlaði að segja? Bara þau þroskust hvort í sín áttina Það er skúrka hérna hjá TikTok-fjölskylda þetta er Hvað er að gerast? Silber Sko ég veit hvað Charity Amelio er Hún er TikTok-stjarna TikTok-fjölskylda að splúndrast eitthvað Það er alvöru gúrka Hún er hérna Fyrsti móli var helviti góður sko Hún er grátandi hérna á TikTok eitthvað Ég veit það ekki Ég hef verið ykkur í vissinni Var þetta móli nr. 2? Hvað er þetta Nicolas Cage? Hvað er þetta Nicolas Cage? Já og bara Kurt Russell og öllu bara öllu gamla genginu Ég ætla enda þetta á fólki sem ég veit hvað eru Það er nýtt par í Hollywood sem er að gera allt vitlaust og það eru rapparinn Tíka og Avril Lavigne Steindi, þú veist nokkuð Avril Lavigne Já, veit það En sjáu þið, það sem komin á óvart er hún lítur bara nákvæmlega eins út Sérðu? Betur, hvað er hún búin að vera samt? Góð spurning Hún hefur væntanlega verið bara á Hún hefur ekki komið lag í mörg ár Hún hefur væntanlega verið á sem heyrðu afturdisk sko. En sko, meðan við myndir henni þá er hún, nei, þá er hún ekkert eitthvað hún er ekkert á dælunni Hún bara lítur út nákvæmlega sem hún leit út Bara hafa gaman, bjóti nokkuð hits og síðan bara fór hún í Psycho Ég fíla það Hún var fáralega vinsæl Svo hvarf hún í 10 ára eitthvað Já, það voru með þess að, sko, einhverja kjaftasögur hún hefði dáið, það var einhver önnur að þykjast vera hún Hún er live and kicking Hún er live and kicking
Viking og Já, herru, þetta er rosalega parmar. það eru bara 2 vikur síðan að hún sleit trúlofum sinni við tónlistamannin Mod Sun sem ég veit ekki heldur hver er. Þau hefur verið saman í 2 ár. Ég ætla að gefa þessu sambandi langlið. Já, Píka og Avril Lavigne. Ég er oft heldur naskur í þessu. Ég er tíma Avril Lavigne, ég getur þetta að spila hann eða eftir. Þetta var slúðupakki dagsins fyrsta, ég eitti öllu púrunni mínu í fyrsta mólan en það var hann stór og eiginlega rósaðan. Takk fyrir. Fyrsti móli var bara líklega besti slúðumóli sem blöðu kom með. Sem er svo, af því að ég ætla ekki að leiðlega blöða, því að þú átt til að koma með helviti góða móla en ég skil ekki ennþá fyrsta mólan, ég reyndi að hlusta á allt sko. Já, ég get lofað þeir sem er að hlusta. Eina sem ég veit núna með þetta er að það voru allar það er hann að keppast hvora fyrst að gera eitthvað, það var það ekki? Nei, það var alls ekki þannig en TikTok-stjörnur hætta saman og það var svona það var vestum ég veit ekki svo hvað það var við skuldum auglýsingar og svo förum við í sveimi þá mundur við Cash í fyrsta sinni langa tíma eða Blast from the Past, sjáum til ég get staðfest að þetta lag var ekki spilað í kúpnum laumaðist hérna inn eftir auglýsingar Harry Styles Music for Sushi Restaurant, hann er ekki verið fættur þegar ég var jú, hann er fættur, hvað er þessi gammal? Alltaf sé ekki, nei, hann hefur ekki verið fættur 98, nei, sveimið þá hann hefur bara verið hugmynd ég skal bara fletta það fyrir þig, það er ekkert þessinn það er alltaf þægilegt af að þið á tölvunni 94 árgeð já, hann hefur verið hann svipa aldrei þústendi nei, ekki alveg 94, 10 ára mingri en hérna sko, ég var að spáði farið lið sem hefum ekki farið í lengi það er Mundurinn fyrir Cash og þetta er akkurat tími sem við fórum alltaf í Mundurinn fyrir Cash eða hvort Mundurinn frekar það var alltaf 3. innkoma, en það er í vanafastum maður og ég spáði að setja hana bara hér og fara svo í Gunnþór í Blast from the Past og Egil, veist hvað ég fann? Trailerinn eða? Ég fann trailerinn rosalegt sko, hann er vel gert blöð en hann er 2 mínútur, ég er ekki bara að spila 2 mínútur hann er ekki spilað í 7 ár reyndar, ég hef ekki verið með þetta ég held að sé 1,5 ár sinni þetta var Við getum ekki að spila 2 mínútur Spila hann bara allan Það er gaman Hann var allavega mínútu, tjekkum á sem Would you like to have Eitt gaman og góður Þetta er trailer Þetta er alveg, herða, er ekki svolítið langt sinni og hendur nýjan trailer Var ekki bara Sóli Hólm þinn síðasti trailer Við eigum að vera trailera fyrir allt Ég búið töð yfir því í 13 ár sko. Já, hendi ég Það er ekki eins og trailer fyrir spurning Jú, það er trailer fyrir hann Þú spilar hann aldrei Ask a question and I never need an answer Það er ekki með það Við eigum ekki að trailer Ég hef bara að gleyma honum sko. Herru, það er Þú spilar aldrei Nei. Það er bara annarkvært seleb á Íslanda að hlusta Aron Kahn á leiðin til Akureyrar Hjöpalust í pottinum, Júladisko að hlusta Þetta er svona celebrity concept Þetta er rosalegt sko Mínus 10, hvað þú var að gera Það er bara hlusta út af hvað þetta líði Sko þeir á leiðin norður Þeir eru að fara að henda í stund pop-up Ætla að vera þær í Vamos Það er rosalegt Hvað er útskýrið fyrir á íslensku hvað það þýðir? Það er basically bara þá er þeir að taka stundina og ætla að opna bara tímabundi Nei, Vamos Já, við byrjuðum hjá Stóra Já Það er rosalega Já, þetta verður ekkert mikið stærra Það er bara nokkuð ljóst Þetta að vera á leiðinu norður Já, normenn að fara að smaka Ef við varum ekki með Króksara koncept á Við myndum spila klúbabengur með Stóra Já, ég menn ég er að fara að spila business fyrir Hjöpan Þannig að það var alltaf þetta hendin einu óskalagi Myndur þú spila Mávala í dag? Mával getur dótt inn Akkur hættu að spila Mával Hvað var það frábæra lag? Höfum við ykkur tíma að spila Mával? Mával, klúbabengur, business Fullt með 3 lög Og svo hristingslögin Ég var frekar hristingslögin minn þegar ég var í bílnum Já, en þú veist, þú varst náttúrulega En ef við mætti vel, skipt út laginu mínu Þá myndi ég frekar vel annar lag, sko Mitt lag er í rauninni Skattmann, það er svo langt sinni að heyra það Það er ég ekki að fara að spila Það er frekar feitt lag, sko Það er geðvett lag, sko Nei, það er í alveg, það eldist, ég ætla að gíska að eldist ágætlega I'm the Scatman Já, það er, jú, að þú hækka vel í græjunum Þá missum við hlustun, sko Nei En ég ætla að fara í Mundurinn fyrir Cash Veistu hvað Bylgjan er að spila núna? Það er föstudagur, sko Það er ekki að Rikki rekja okkur, sko Nei, hann vil ekki missa hlustun Hann er stuttan þráð núna Bylgjan er að spila svo hard techno núna Það er föstudagur, sko Þeir eru komin á lestina Það tók mig 12 ára að læra á þess að taka Þannig að gangi ykkur vel að læra það Tekur rosalega tíma En sá sem kann á takkar og stjórna tónlistina Er þetta ekki verið 3 takkar? Nei, þetta er svo mikið vesen Myndir að vera í Cash Hvað er það mikið að shitið þarna í góða? Það er bara svo alltaf ekki annað 3 Fyrsta er mjög skemmtileg Kannski, nei, hún er ekkert ógeðsleg En svona ég spyr ykkur bara eins og alltaf Þið svarið bara báðir og farið hans yfir þetta Myndir fyrir Cash, myndið þið taka kókain með pabbi ykkar fyrir 30 milljónir? Já Ég myndi gera það frýtt, sko
Þú þátt ekki að borga með krónu fyrir það 30, hvað var þetta 30 þægilegasta gildi ég hef tekið, Það sko. er þú varst svo helvíti hár hann. Mættum við bara eitt speil og Ástæðan fyrir ég setti hátir, ég veit að hvorur ykkur við prófa þetta Já, en þú veist, þetta er góð tíma þú veist, 30M, menn 30 taka þetta, milljónir. menn borga fyrir að taka þetta, þú veist það Ég veit það Þannig að þú að gefa okkur 30M Þú ætti að gera þetta með pappa fyrir að have a hell of a time Já, sko En ég myndi Þægilegasti díll sko, sem ég hef Já, ég meina þú hefði líka ekki orðað að þannig bara myndi pappiðin gera það fyrir 15 miljónir Ég myndi segja já En ok, segjum að ég ætla að lækka Ég myndi bara segja Þannig að þið myndi gera þetta bara fyrir ég 10 myndi koma í með speil Og hvað heldur þú myndi ná að dobla Og ég myndi ná í þetta? kreditkortið Mixa tvær svona smekklega línur Sem myndi segja bara Þú talar bara um eins og Sem þetta myndi segja bara við Einar Kreditið 30M Þetta er ekki flókið sko Nei, Hvað myndirðu að gefa honum allan peninginn? hann fengi Nei, þetta er bara 15 er ekki bara 15-15 50-50 já. Ekki sangjant En hvað, seniorinn, væri hann til í þetta? Fyrir 15 miljónir Heldur að pappiðin að pröfa þetta ekki svona? Kókain? Já. Nei, ekki pappi sko Ég held Nei, að bara mamma. Þetta er ekki freka mamma Nei, ég held að sko mamma og pappi voru þau Ég held að þau hafi bara ekki verið upp á þeim tíma Það hafi verið ykkur tísku Þetta var fyrst booming þegar þau voru Þegar þau voru partying, úlingar sko. Það getur vel En verið að það pappin voru- að pröfa þetta sko. Ég held að þau hafi nú freka verið þá hérna Þetta var 80s Já, en þau Þetta verið í sveppunum Sko, nei, ég held nefnilega ekki Ég held að þau hafi nú verið freka róli í þessu sko Ég held að mamma og pappa hafi ekki pröfa neitt nema áfengi Kitty Brits hefur pottið hala sér Eina sem Ég fólk get lofað hann Sko ekki þú er pröfa. ekkert að gera á króknum Eina sem fólk gerir er að taka kókaðan og sveppi og Það er eitthvað ruggla Nei, ég segi þetta Nóg annað að gera á króknum? Hérna bæni getur að fara í keilu og getur að fara út í bakari Hvað er langt sinni að fórst í keilu til dæmis? Ég var að kvartunda en daginn, hvað er langt sinni að ná Þetta er dobbelt í helviti keilu? langt síðan ég fór í keilu Hvernig fórst í bíó síðast? Líka helviti langt síðan ég skellti mér í Akkur ertu ekki bara kókaðin heima þér, þú veist, þú hefur ekkert að gera Heimska flón Nei, ég, hérna Nei, en já, far bráðum Já, fara bara Já, ok. fara bara, já Og bara allt og létt Nei, greinlega bara fýtt dýr frá Já, Ég hann nefnilega held ef ég myndi spyrja pappa minn þegar ég var að semja þessa spurningu þess vegna setti ég svona hátt verða á þetta því að hvorur okkur bröðu þetta og ég þóri ekki að bröðu þetta af því að það fikk í mér Ég hafi verið alveg erfitt fyrir mig að dobla pappa í þetta Ég verið séð með gullkæðuna Reyndar er að með gullkeið Sko, þegar hann setur Það gullkeðina yfir sko er barnaðamála sunnudag Ég lofi ykkur hann kemur í liðið Ég til að lofa þér að pabbi nefnir stikki á sig bara aftur Bara þessi spík Ói, það er í magan að heyra Já, sko, þetta ef hann er liðið ekki með gullkeðinu yfir þú veist, það kemur ekkert á óvart ef hann er með þarna Ég eitthvað get smá í stað- blóðinu, sko Ég get staðfest að hann er aldrei með í blóðinu því að hann verður fullur á 3 bjórum Það Já. gerist ekki að þú ert að negli í rannan að En hann verður ekki þunnur að bjóra og æris Nei, allavega kom hann mórt þegar það gerist hann á tenni Herðu, næsta er þá erfið Ég vona, kannski var ég með allt og hátt verð á því líka Munduð ekki hitta börnin ykkar í 5 ár fyrir miljard Nei, ég myndi segja neðana Svo nei við því Já, þetta er Það er ekkert helviti mál fyrir að vera út og kókaði með pappaðinu Nei, það er miklu nokkrar krónur. Auðvitað, það er miklu minna mál en að fá ekki að sjá börnin sinni í 5 ár Hvað meinar Það er allt miklu minna mál Þú veist, þú myndir missa af Þú myndir missa af rosalega miklu Þú er basically að missa af Þú veist En þú væri búin að tryggja að börnin eru set for life En má þetta vera símtöl? Máttu þetta FaceTime, Já, símtöl? mátt bara ekki það er hitta lagi. þau. Já. Ok. En má maður velja aldurspil? Því að nú eru krakkarnir ungir og skemmtilegir og flippaður og eitthvað skilur Að taka út bara úling Ég segi mér það ekki bara myndi velja kannski 30-35 það sem er eitthvað sem aldrei hitta mig og talaði mér Nei, þá eru þau ekki börn Já, það er náttúrulega alltaf börnin þín Já, þá, ok Get ég valið aldurspil? Ef það má velja aldurspil, þá var ég til að Ég er skoða ekki að missa af þegar eru krakkarnir eru við tveggja og Ég verði viðkynna, ég bjóst ekki við þessu spurningum Þannig ég var ekki búin að hugsa þetta svo langt En nei, þetta þarf að gerast á núna. næstu 2 árum Já, sko, þú veist, ef þetta eru tímabilið þar sem að krakkandi minna að laumast í partí og skella hurðum og vera í fílu þá get ég alveg skoða Ég meina, sko, úlingar eru erfiðir, sko Ef þú Já. getur spólað yfir það tímabölu og gefið mig miljard Þú getur sign me the fuck up fyrir það, sko Bara ef þú sæna minni þetta frá að greiðslíkarnir eru 15 upp í 15 Þá losnaði upp í við 15? 15 upp í 20 fyrir ekki Já. Þá losnaði við drefleil tímabil og var 1B Nei, þetta þarf að gerast núna Þetta Segir er nei líklega samt eina tímabili sem að þarf að vera actually alveg á tánum hann, sko. Maður segir nei hann, sko. En er einhver uppæð? Nei, ég held Að ekki ég skrúfa- Miljard, ég meina hvað þarftu eitthvað meira Í rauninni miljard er engin uppað sem bakkar út upp Ef við En segjum það að- er eitthvað aldurspili, sko, þú vilt skrúa það eitthvað til Nei, sko, Það ég ætla ekki að gera það. Sko 30-35 hefur verið nóbrinni, sko. Það var bara eins og sko. Það Ég er lofa bara þér. Gerist bara hjá fullt af fólki Hitt ekki börnin sín nokkur ár sko, Því að búa ellendi það hefði bara Þá verið, þú þú líka bara veist. fullur á Flórida stendi Já, þá hefði maður bara ringt í Hann verður í krakkana Tælandi Þú verður bara Þá hefði FaceTime maður bara ringt í þetta fullorða Það var fólk singul á Tælandi Jésús, ég er að reyna að tala Ég held að Steindi verð ekki singulni
Herru, já, næsta Ég held maður. að Ég held að vera aldrei singul Steindir er svo svanurinn Í Mates for Life Ég held að, sem Sammála er því. hrós Og hann drefst 100% undan líka frúnir sko Þannig að hérna Já, sko, máli er að menni svo ég, sko Við erum alveg, nei, við erum segir, sko Við, svona Hvernig getur þú sagt þetta þegar þú gerir gerðan að hvart tíma er að þú heldur að þú farið frá okkur Nei, mér er illt allstæða núna Fyrir mig síðustu Mundu við vera með þessi já, ég var alveg Krefjandi. hlaðferð þarna Nei, þessi er ekki jafn góðu hinn að tæra að bögga mig, ég átt að byrja á henni Það er að byrja á lélugu Ég veit það Herru, mundu við vera með tæri fyrir putta Fyrir 500 miljónir Byrju, þá ertu með táfélag á höndunum Sko, ég veist, Nei, ég táfíla vinn við- kemur að því fyrir sokkum og ég er skóm tá- Vinna Táfélag, mín sko. er að senda e-mail Hvað var upp að það? 500 miljónir, er þetta að fá svo mikið pening fyrir að senda e-mail? Já, þetta er náttúrulega bara fasalasti engaþjálfari landsins Já, já Ég sé bara gaman að senda e-mail sko Plús ég líka að elska En að svo vera kannski síman Kannski verður góður að tala um e-mail Pælið því hvað við erum ógeðslega ólíkir Hann vill ekki fá símtöl og við gaman að senda e-mail Þetta er bara 100% öfugt um Þú mig elskar að tala í síman Já. og hatar Nei, e-mail mér finnst 10 sem lettir að syngja bara eitt símtal í staðin fyrir að senda einhvern e-mail Það er líka bara tvei gæjar sem ringið mig og stendur annað þeirra sko. Já. Það fæ ég aldrei sín Hann svarar líka alltaf jafn hissa Blessaður Ég er bara blessaður Ég get staðfest að það er engi sem hringir mikið í mig og stendi Það ringir enginn í mig Nei, Sem ég elska, sko. Mér finnst heldur gaman að taka upp síman Ég ætla að ringa meiri Ég ætla að Ég er ringa að vona að ná einhvern tímann heilri viku og ekki eitt símtal Ég ætla Bara að e-mail bara og gera messenger í því að ringi Egil núna sko. En takkið þessu Sko, Tæri mál fyrir er putta að Nei. Núna er ég ekki að grínast Í rauninni, ég tók Jú, ég tók bara fyrsta til Já, tókst bara kókaði með pappa Já, 30M fyrir eitt kvöld Sko strákar Og lög skoða hvað það fær frá tíman hana Það er alveg tímakaup og blöð Þetta er bara mjög flottu dýl sko, Við erum ekki henni núna, við erum í tæri fyrir putta Já, en málið Þetta er að eilífu það ekki Jó Jú, en ég sko málið Þetta var í ár eða 2 mánuð eitthvað svona þannig koncept að eilífu með tær á höndunum blöð Þú sé þetta þínar Steindi, hvað segir þú? Ég svitna mjög lítið undir höndum og svona Nú er ég segja ykkur, ég veit ekki geti farið að vera að fyndi núna og sett ekki að full Það kemur táfíla Jú. af þér af því að þetta er í sokkum og Já, skóm má- Ef þetta er hér, þá kemur ekki táfíla Að Ég svitna eiginlega bara undir fótum Ég svitna eiginlega ekkert á annars staðar. eilinni Já, ég er bara ef ég fyrir úr sokkunum og byrja að lappa ykkur starf Það er bara svona eins og ég sé bara hérna Veit þið Varst að fá þér að new tat Já, ég var hendur að gera það Hörðu, má sjá Byrju, þetta rauðvínsglas eða? Hörðu, það er með þess að Varstu að Það fá er ennþá þér plast í því Varst að fá þér rauðvínsglas á upphalleiki? Já, ég er hendur að gera það Eins og raging alcoholic Rosa myndaður Hörðu, ég var ekki búin að sjá þetta Þetta er hendur rosa Er þetta ekki eitthvað svona sem við kaupur út í búð og svona festu tyggju og eitthvað hann Nei, þetta er bara alveg tatt Og hvað er plast lengi á sig? Já, við erum með þetta plast í ykkur dag Þetta er rauðvínsglas? Já, þetta er rauðun og klaka maður Það er klakar í Er þetta rauðvinnsla? Þú lítur að sjá Það eru það klakar í glasum Flotta tattu sem ég sé Já, þetta er þetta mjög Herru, ok, nett. ætla að segja ég og nei Herru. Ég ætla að fara í næsta lag sem ég Herru, er með sko. Rauðvínsglas á upphalleikin Já, þetta er þetta mjög flott að þú Já, þetta er svona ég er sko strafið, ég er að safna flúrum sko Herru, hérna ég ætla að setja tennar á hendurnar á mér Fyrir 500 miljónir Fyrir 500 miljónir, já Stendur aldrei að fara að gera Þú ert að ljúa Hann var að segja já Egil, þú ætlar ekki að gera það Hvað hef ég að gera? Ég er ekki að senda hann e-mail sko Já, en þú elskar að hrista þig Hvað ætlar að gera það núna? Hann lærir á tætnar Býtu, hvað mennur? Herru, næsta lag sem er í bílun Þetta er Þetta var Jú, ég tengi þetta samt eða meira við félagsmiðstöðina og það er öðruglengurinn sem er hlusta þáttir sem að muna eftir þessu lagi Þetta heitir Self-Esteem og með Offspring drengir FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og já, við vorum að ræða það bara áðan Egil, það er allt og langt sem við fórum í Keilu og svo voru okkar besta fólk hjá Ölgerni var að fylla á Túborg kælin okkar Já, bara Þannig að við ætlum út að borða það Herru, síminn hjá mér Við þurfum að setja lás á hann Nú er ég ekki eins og að grínast Nei, já, bara talnakóða Það sem við er þekkjum nýbúið að fylla á kælin Hvað fengum við? 1-2 mann Það eru náttúrulega svo rosalega fyllibitturinn á hæðinni sko. Já. Þú veist, það er svakalegt sko. Það er bara Ég vildi ekki kemur inn á föstum Það var allir mökkaðir hérna með Það er kampavín þetta engin þetta núna
Nei, það er frekar rólegt yfir. En drengir, það er sko síminn að vera batterislaust. Hann logar út af þessari spurningu hér Það er bara, fólk heldur sér galinn að spurt að henni Með 30 milljónir með pappa og sjálfaði með kóka. Fólk er að klóra sér haustum yfir. Já, sem kannski sýnir bara hvað þetta er langt frá mér og pappa. Ég seti þessu upp að. Hvað heldur þetta sé bara nálægt öllum að vera að kóka með pappa sinni? Ég heldur þetta sé nú aðalega upp að henni. Næru þú heldur. Við ætlum að fara núna í Blast from the Past, drengir. Og eins og ég sagði hér í byrjun þáttar að þá er einn vinsælasti karakter F95 blöð frá upphafi hlýtur að vera Brjálbreki. Þetta fær Hjöppi sem er að hlusta The Business með Tiesto er næsta lag. Ég myndi halda að á eftir Brjáni kæmi okkar besti Gunnþór. Hann hlýtur skemmtilega reiður yfir öllu. Hann hlýtur að vera upp þér sko. Það getur ekki að vera. Hvað er þetta orðið? 12 ári í nóvember. Og við erum búinir að spila í Blast from the Past. Ég er alltaf að leita svona góðum klippum og þegar bara Gunnþór dettur inn þá finnst mér það svo fyndið að ég er alltaf til að spila. Við erum búin að spila þegar hann hringdi í Sjálfstæðisflokkinn, þegar hann hringdi í Ólís. Nú ætlum við að spila þegar Gunnþór, þetta er fyrir mörgum árum síðan, þá hringdi hann í Arion banka. Og hér kemur Blast from the Past og það er Gunnþór að hringja í Arion banka. Góðan daginn. Og það er mikið, svari, ég reyna að ná í verðbréfa trúðana þetta. Ég svara fyrir það. Já, eru þeir uppteknir að baða sig í bónusum? Nei. Nei, hún sleikur og putt fyrir afgangin. Alltaf sama sagan. Það er alltaf farið til fjandans hér og þið eru bara að baða ykkur upp úr bónusum þarna. Og freyðivíni og súkulega jarðarberjum og hvað það nú er. Og meðan að fólk er að leipja döðan og skell hér. Það er valla maður aðeins efni á því að kaupa sér að borða. En nei, þá er verið að ræða bónusum upp í raskati á þessum strákum. Og svo sleikur og putt fyrir afgangin. Ég ætla að vona að þið séu ánægð með ykkur andan. Anskotar fíblagangur. Getur þú gefið mig samband við þessa pjessa? Halló? Hafið ekki mann á mig að svara fyrir ykkur andan? Heyrður ekkert að því sem ég sagði við þig? Get ég eitthvað aðstofa þig? Aðstofa mig? Heyrður ekki það sem ég sagði við þig? Jú. Já. Og hvað hefur þér til málsbóta? Hvaðan ertu að hringja? Hvar er ég að hringja? Heldur að það skipti einhverju máli í stóru samhengi? Þú sagt þér það er allir alveg steinhissa hérna út í samfélaginu. Hinn venjulegi maður, vinnandi maður sem hefur ekki valla efna á því að kaupa sér að borða. Meðan að þið eru bara í lagsveiðum og frussandi við ykkur kampáin og steikur og putt fyrir afgangin. Jú. Já, hafið ykkur engar málsbætur þarna? Fleiri miljardar í bónusa á einhverja 3 lykilstarfsmenn og svo steikur og putt fyrir afgangin. Það er vonað að ég kunni að skammast ykkar hérna. Byrðu, hann fór út bara. Já, herðu. Það hefur kostað Segir maður að sé meira. Nei, þetta kom bara lagat inn í maður. Nei. Skoti, ég myndi þetta að vera lengra. Mér langaði meira á Gunnþóri. Já, ég meina, þú veist, ef við fengum allavega þetta og við hljóttum aðeins meira. Ég er alltaf að glaður að fengi þennan skam. Ég held hann að vera settur á hold hann. Það er allir hlusta á það. Herðu, þetta var stutt en laggott Blast from the Past. Reynum að finna meira af þessu meistara. Já, sko, það er eitthvað eitt legendir í viðbútt. Það eru til nokkur gegn. Við þurfum eiginlega bara að fara að plata hann aftur í Gunnþór og já, Hjöppi, þú heyrir núna, við gerum allt fyrir þig. Hérna er komið þitt lag. Hvernig var að Hjöppi myndi gera eitthvað frá okkur og tjekka hvort að Brjálbreki sé ekstra á línunni? Já, ég menna, nú þú að hlýtur að sína lit núna. Já, hann hlýtur að hafa fullt af skoðunum þú veist, ég minna, nú stýttist líka í Eurovision. Hárrétt. Þetta er óskalag hér í F95 blöð. Þetta var ekki spilað í kúpnum en Tiesto, The Business og já, talandi business. Heldur gott lag. Ná er aðal businessmaðurinn í þessum þætti tilbúin með næsta dagskalið og það er spurningakeppni Gilsarans. Ég gleymi að íta á svona. Fæ ég, veistu að þú eru komin með svona eitthvað þema að spila trailera, fæ ég út í stuði út að fara þetta í kasinoblöðu kvöld er mögulega Kasino er ekki kasino í Íslandi og nei, ég er aldrei að fara í eitthvað ólíklegt kasino í kvöld. Nei, og að skella þig í ganga það? Nei, ég finna hann ekki, þannig að fyrir bara beint í hann. Sáðu reyndir ekki, sástu hann að reyndi ekki leita hann? Ég kíkti, ég sá hann bara ekki. Þú kíktir valla sko. Kíkti ekki. Herðu, þú fegst fullan trailer á hann. Ég veit það, sér einhvern veginn datt ég bara í svona trailer gýr og kefur ekki á hann að fá hann trailer en kannski bara, þú veist það fær ekki allt sem að vil. Nei, trúðu mér maður. En máli ég er með King of Being an Old Piece of Shit og máli er að Blöð er eldri en Steinþór. Ég er samt ekki favorite held ég. Hann maður myndi halda, ok, Blöð tekur þetta en maður veit það ekki.
Steinþór Emi, yfir að skegg og hann er hugulegur. Já, Steindi gömul sál sko og haga sér ofta eins og hann sé eldri en ég, þannig að svei mig þá, ég get alveg tekið þetta sko. Ég veistu hvað strákar, ég held að þetta sé bara algjörlega 50-50, ég meina við höngum saman á stíði daglega sko. Þetta er ekki keppni sem ég vil vinna ef ég var hreinskilin. Er það ekki? Nei, ég vil ekki vera old piece of shit. Viltu vera Ég er alltaf að reyna að halda mér, já, ákveð heldur sé að vinna á FM. Já, þú veist, hún ennir samt ekki að sko, Það er mjög góða punktur. það er hættulegt að reyna að halda sér ofungum. Þú vilt vera hérna, þú vilt ekki vera bylgjunni sko. Þá ertu an old tub of shit. Við hlóðum nú samt að því dagina. Það er allir farninum að við sem við byrjuðum með það byrjar á bylginni. Vala er farin yfir, Brynja Mári farin yfir. Ef Rikki segir einhvern veginn mikil, segir það að ræða við hérna. Þú erum bara sippaður á bylgjuna. Negative. Ég verði hérna í FM stúdíónu. I ain't leaving. Ég er ekki að fara á bylgjuna. Mér líður heldur vel hérna. Er það ekki? Jó. Við erum að byrja þetta. Og spurningum er, hefur þú pantaði að landa og farið á fyllir í? Já. Það er rosalegt. En er það eitthvað? Ég held að það kids í dag er ekki mikið að panta sér að landa sko. Nei, þú veist. Þú ringir ekkert í G-Punk bara að panta þér eina einingu og sem hellur þú bara í þig sko. Það var í gamla daga sem að var í því sko. Ég landasala döð. Ég vona að sé að live and kicking. Ég held sko að, veistu hvað Meindar sko eitthvað að panta þig en að landaköss. Já, munurinn á þessu, þú veist, í gamla dag var þetta náttúrulega bara landasali mætti á bak okkur sjoppu og allir hópunum var að kaupa. En þetta er sko, og það var bara hálfur í Sínalkó og svo varstu blindur í einhverja klukkutíma. En sko Í Sínalkó? Já, eða Tom og Jenna. Baku sjoppuna í Mosó? Já. En þú getur ekki alhætti fyrir allt landið þótt að vera svona í Mosó. Ég hef aldrei drukkið út í Sínalkó. Hvað varst að vinna með Sprite? Já, Sprite. Sínalkó, ég man ekki svona hvernig, ég held að manna þú segir eitthvað náður að bræða þenn. En sko, það var Sprite með líka sko. En málega það drengir, að sko ég held að tölur yngri auðvitað sko. Allt sem þú blandar út í mix á sínum tíma, það var gott. Þetta var náttúrulega bara, þú veist, svo náttúrulega var þetta líka, þú veist, setja bara lítið af alls konar í einhverja flösku. Þetta var, þú veist, þetta var bara náttúrulega þannig. Í dag er þetta þannig að ég held að optionin sé nú fleiri og betri, sko. Ég hef einu sinni orðið veikur, svona alvöru proper veikur eftir fyllir í. Það þegar pappi var að reyna að brugga rauðvín með einhverjum félagi sem á Sauðárkróki og fóru svo til Mallorca og ég var einn heima þegar ég var 16 eða 17 ára og drakk einhverja 2 flöskur. Það má þakka fyrir sig á lífi. Það var einn viðbjóðum. Ég held ekki að, er þetta ekki líka miklu opnari samræður í dag? Þú veist, þegar að fólk er byrjað eitthvað svona vilja að tjekka á þessu, þá er það bara fundur og bara, já, ok, og kannski eru frekar eitthvað kipta en kipa heima, sko. En hver var svona landasalinn á Króknum? Þú var vantalega landasalinn í Mosó, ég var með og 2 svona stórir í Kópavogi sem að geta svona róterað. I ain't snitching. Bösterinn átti frænda sem var að brugga og kallað Ebbalandi. Kös er ennþá að vesla. Heitir hann Ebbi og var kallað Ebbalandi. Eina sem ég man bara. Það er svo kongur í dag. Hann er auðvitað fyrir norðan bara. Já, hann er ekki bara CEO á einhverju fyrirtæki í kaupöldinu. Ég veit það ekki. Bara þess menn sem byrja svona business, þeir bjarga sér allt. En er það hann fekk kös þetta eða? Nei, þetta var Ebbalandi sem ég og Stoneman dugg mér blakka út daginn. Það var gamli góð Ebbalandi. Ég hef séð eitthvað dætt í blakka dáns að vera að drekka eitthvað landa sko. Við höfum verið að fá fyrstu lítrana í þeim skemmti sko, því að það var eitthvað skítið við. Það er 1-1. Ertu það gamall að þú random sopnar bara út allt hús hjá þér? Nei, ég sopna aldrei yfir neinu. Ég hef sopnað allavega 4 stöðum bara sama kvöld sko. Það er rosalegt. Já, það er bara hann. Ég hef ekki sopnað yfir sjónvarpinu bara í 20 ára. Men hann ráar húsið sem alltaf bara dettur hún út og vakna og sopnaði. Svona eins og hundurinn á netinu sem er alltaf hlaup og sopna. Það finnst næsta vídeo sem ég sé. Ég hef sopnað við að svæfa, svo fer ég fram og tek kannski 1 þátt og sopna í sófanum aðeins og svo bara, svo bara fer ég kannski í pottin og sopnaðist þar og svo sopnaði ég og það er ekki sopna í pottinu, það er stórhættulegt. Já, nei, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þá, já, þú veist, ég á Myndur ekki vakna og myndir svona renna ón í pottin steinsóndi, myndur ekki hrökkva við það? Ég er ekkert viss sko, ég er náttúrulega með kæfisvefn og ég sef heldur fast. Það er svo mikið rugl í gangi þegar hann sefur, það myndi ekki fatta. Þú ert komin yfir, ég fíla það. Þetta er mjög spennandi og ég er svo mikið eftir að það kemur í gang. Þetta er það gamall að þú gætir ekki pikka upp 4 vinin á bílniðunum út af barnastólum. Já, sorglegt. Ég get pikkað upp 1 nefn ég henda einin í skotti og það er þá Sveppi. Ég held að sé samt ekki. Fyndast það sem ég sé þegar Sveppa var hent í skotti og reynda að býta Simma vil. Rassa til stund. Það var Simmi þá Satan silkislagur í hálsinu. Sko ég og Sveppi vorum blind fullir. Þetta fyrir svona 10-11 árum síðan þróum í 70 mínútum og Íris var ólétt af Þórdísi.
Og Simmi var alltaf svona henda einhverju pillum á Sveppan, ætti að haga sér þegar konan hans væri ólétt eitthvað og hendaði með því að það var fullu bíl og Sveppa var hendi í skottið og hann beit Simma þegar hann var sittandi í skottið og sagði við hann þess að fleygu setningu, þú ert ekki pabbi minn. En ég held að sé nú ekki sorglegt sko Blöð. Þú ert ekki sótt fullan bíl. Það er leiðilegt að geta ekki pikka, við erum að vera í bústað, getur eitt tróður sér á milli bílstólunum. Ert ekki pabbi minn sko. Hörru að 3-2 eða þá fyrir Stoneman. Því að ég held nefnilega sko þú ert þetta eftir með krakkarnir er ekki það gamlega að hættu með batastóluna, þeir eru ennþá þarna. Þannig að næst spurning ertu það gamall að þú hefur hrist þig yfir Vaff og S-bólu? Já, margóft. Við höfum rætta hér í eftir. Þú hefur svo gaman að segja spurningu. Já, þetta en það er ekki til að skamma sig. Það eru margir sem er að hlusta sem veit ekki hvað Vaff og S er. Nei, já, það er bara þannig. Ég man ekki hvort ég sagði eitthvað frá sig hér eða í blökastunni. Ég passaði mig alltaf að spóla aftur á sama stað og spólan var á. Ég tók enga sénsa. Ég á 2 vídeótæki stóðis, heima. Áttu 2 vídeótæki? Já, það kemur ekki á það. Þú hendir engu. Nei, og ég ætlaði að mynda bara Áttu ekki bara betatæki líka? Kottum við hortarhóttið? Vídeótæki? Virkaði? Það er þetta góð pæling. Ef við reddum litlu sjónvarpi og ég kem með vídeótæki og sýnir bara því að það er actually fullt af liði. Við áttum okkur ekki svona, það er fullt af fólki sem bara veit ekki hvernig það virkar. Voru þið sem var reysunni, þið voru alltaf að trakka drastlið til þess að laga helviti shit bara með gafli. Já. Ég lærði því að dansa Jackson á því að horfa á vídeospólu og ef þú íttir rosa hratt á pásu þá var þetta allt sýnt hægt. En þá lærði ég að moonwalka, bara ítta pásu bara alveg miljón sund, þá sá ég hvað hann var að gera ná spórunum. Góðu tækin voru komin með slow motion taka og long play fítusinn sko. Já, bara ekki til peningur á mínu heimili til að kaupa svo leiðstæki sko. Nei, góðu tækin voru, það var tæki sem ég keypti það fyrir fermingapeningana. Það var rosalegt tæki sko. Ertu það gamall að þú er búin að missa hárið? Já. En það var samt ég var ungu þegar ég misti það. Það hefur ekkert með aldur ekki. Enginn að hlæða með þér í stúdíu. Ekki. Bald shaming is a real thing. Steinn Þórður það er bara svar sko. Hann er með full set of hair. Það situr með þykkt hár og segir ekki neitt. Svara. Já, nei, vantalega. Ég man ekki alveg spurninguna. En þú ætti frekar að spyrja hvort það verið komið grátt. Því það er aldurstengt. Hann er bara með svart þykkt hár. Nei, ég kom með grátt. Býtur ekki á hann. Nei, ég kom með grátt í hár og grátt skegg. Hvað okkur sé ég það ekki? Það er aldurstengt en ekki sköldpapur. Þú sér það minna kannski að ég kom með minna í hárið sko. Þú ert ekki grár eða þó blöð? Húkimenn er hún grár? Já, hann er bara eins og Ravanelli sko. Ef ég safna skeggi þá er ég orðin grár á hökunni. Það gerist mjög hratt, það gerist bara 1 ára eitthvað. Þá er ég orðin grár á hökunni. Ég þarf eiginlega að safna skeggi, það sýnir ykkur. Þú litaði bara skeggið það? Nei, mér er bara Hvernig er staðan í þessu? Það er 4-4. Ég fíla að vera að koma með smá grátt. Sko 1, 2, 3, 4, 5 búin að 4 eftir, það er 4-4. Ertu það old að þú hefur látið út úr þér og segja með gæsalappir ég fíla ekki að vera flöskuborðið þessu mikill háa, það er ekki að spjalla? Nei, það hef ég ekki gert. Ég er ekki viss ég hef gert það á flöskuborðið. Þú gerði það bara í síðasta þætti. Gerði það á flöskuborðið? Nei, ég sagði þið hefur látið út úr þér og þú hefur ekki að flöskuborðið, þá getur ég spjalla. Já, ég fíla ekki að vera flöskuborðið þessu mikill háa, það er ekki að spjalla. Já, ég þarf að geta röflað og heyrst einn og einn brandara. Já, ég og blöðurum, við erum að fókus, við notar couple of young bloods, við erum að blanda okkur drikki. Ég hef aldrei séð dansið. Ég hef aldrei séð dansið. Ég er ekki að segja maður signature move. Nei, hvernig er ég á signature move? Þú er bara að fara með flöskuból. Já, ég er að spara að gera bara að sjá signature move. 5-4 fyrir Stoneman. Já, ég fíla það. Ertu það gamall að þú manst hvar þú varst þegar þú fréttir af því að það væri myndband komið út með Pamela Anderson? Nei, ég man ekki hvar ég var. Man ekki hvar maður var. Ég man hvar ég var þegar þú veist það var þegar 9/11 var Diana prinsessa þá manstu hvar þú varst. Nei, Svipa koncept. Mjög langt í frá, ég man ekkert hvar ég var. Ok, 5-4. Ertu það gamall að þú hefur flétt klámblaði? Já. Hópurinn átti eitt sameiginlegt sem við földum úti. Og íbarast það? Já, földum það úti. Það er dörrt í maður. Nei, við fórum svo bara til saman að skiptast á? Nei. Voru allir saman að lesa það? Já, þú veist. Að lesa? Já, þú veist, lesa. Þú veist að lesa greinanar? Nei, það held ég ekki. Steindi ekki alltaf að lesa ennsku í dag, sko. Nei, þetta var bara
hópurinn skilur, þú veist, komst yfir eitt og fór og svona gluggaði í Hringdur í Dóra DNA og sagði, þú með það núna gamli? Já, ég með það. Nei, þetta var ekki þannig. Það var ekki spóla sem var að ganga, sko. Og Dóri alltaf með það. Það var enginn með það. Það var bara hópurinn fór bara saman að skoða það, fannst þetta spennandi. Það var ekkert annað í gangi. Svolítið breytti tímar í dag. Ein spurning eftir. Herðu okki, ég geti vestafallin að það er 6-5 og Steindi, þú vilt vinna, þú vilt vera Steindi, þú gæti að stefnin í að vera king of old piece of shit. Þú getur jafnað, ekki? Ertu það old að þú, sko, hörru, ég er að fatta þetta er rosalega spurning. Það eru 1, 2 og 3 stig í boði, þannig það eru flókið. Ertu það old að þú er farið á sveitaball, býta þess, og 2 stig og farið á sveitaball og verið kildur, 3 stig og farið á sveitaball með landa og verið kildur. Ég fæ bara 1 stig að það. Það er svoleiðis. Ég er bara að fara á sveitaball. Ég hef aldrei verið kildur á sveitaballi og ég hef aldrei verið með landa á sveitaballi. Þá 6-6 og Steinþór, sko, það eru alveg henskil núna, þetta er því að það má ekki svindla núna, sko. Það er spennandi, sko. Ég er að spá aðeins í einu stráðar. Nú þurfum við bara að velta steinum, að ég ætla að vera heiðalur í þessu. Sveitaball, þú veist, ég meina ég farið á tonna böllum og það kannski ykkur þema og svona sveit, ertu að tala um að fara bara í njálsbúð? Sveitaball. Ég náði ekki að fara til með sín njálsbúð. Blöð, útskýrið fyrir hún og króknum hvað sveitaball er. Ég get staðfist að þetta er jættefli því að Steindi hefur ekki farið á sveitaball. Hann hefur ekki farið í Ég hef farið á sveitalegt ball en kannski ekki sveitaball. Jættefli, já, ég tek því ég er 4 árum eldri. Þannig að ég er svona Ég spáði jættefli fyrir sama þroska og Steindi. Ég stefndi að vera árleg keppni. Gaman svo okkur að vinna þetta næsta ári. Já, þá voru náttúrulega búin að eldast eitt ár. Skuldum auglýsingar og það fyrir löngu síðan. Þetta finnst mér, hrikalega flott lag. The Weeknd og Metro Boomin Creepin, drengir. Já, við erum í Fantagýr og vonandi hlustendur líka og ég reyni oftast að koma með smá þroska eftir reyndar, ég geði það, spurningkeppni maður góða. Já, mjög góð. Ekki gróf og svona, ég fíla hana. Mjög eðlileg. Já, mátt hafa fleiri svona eðlilegar. En það eru sturlaða staðreyndir og eitt af þessu er kjaftaði sem að bæði þið og hlustendur geta reynt að giska á. Svo ætla ég að halda áfram með Hyundai Coupe playlistan og það er rosalegt lag að koma næst. Viltu tísa þig eitthvað? Það er Metallica. Nei. Það er 20 stundum inn í bílinn, sko. Það er rosalegt. Ég get lofa að það er eiginlega mjög sátt með þetta lag. Já, en áður við fáum, það ætlum við að fara hér í sturlaðar og eru þið ready? Já. Fyrsta sturlaða staðrind dagsins sem að ég vissi ekki og kannski, maður er búin að vera svo margar sturlaða staðrindir, kannski hef ég sagt þetta einhvern mann áður og manna ekki en mér fannst þetta merkilegt þegar ég las þetta. Chris Farley átti að vera röddinn hans Shrek, hann var búin að taka upp 80% af myndin áður en hann lést. Vissuðu þetta? Og það endaði í Eddie Murphy, eða ekki? Nei, það var Mike Myers sem endaði sem Shrek. Já, Mike Myers. Eddie var hérna asnin. Huge Chris Farley aðdáandi, sko. Ég líka. Ég bara á Tommy Boy örglega svona, ég ekki örglega svona 79 sinnum. Já, ég er ofta að horfa bara gamla SNL sketsa. Ég safnaði nefnilega sko Vaffaðspólum eins og það átti ég alltaf hérna Þess vegna verður punkt á Bad Boys spóluna og Chris Farley best of. Þú veist, það er hann var svo geggjaður. Að við séð SNL sketsin hérna Van Down by the River. Það er bara með því finnast það Down by the River, já, þetta vissi ég ekki. Næsta, fólk sem lappar hratt baktalar annað fólk meira en þau sem lappa á venjulegu með að hægum hraðan. Fucking manure þetta. Það er, ef þú sérðu eitthvað að lappa hratt. Ef einhver að drífa sig inn í sporthúsið, þá segir sér horfa út á svona fólk að hlaupin. Ég held að þetta sé svona bara, veist, það er til fólk sem er með að faster walk en annað fólk. Ég er ekki að tala um bara að þú ert að flýta, þú ert að sitna eitthvað. En ef þú ert extremely slow walker, því ég er svo Horny Will, sem er sensei í karate og vinnur með mér í sporthúsinu, hann lappar ekkert eðlilega hægt. Þá baktar hann lítið. Hann tekur hann svona 12-15 mínútur og lappa á bílastæðinu inn. Hann bara svona að reyna að lappa hægt. Segð mér þá eitt, hefur þið heyrt hann baktala? Nei, ég bara hérna hann bara horni og tala karate, sko. En hversu þreytt er samt í alveg að sitja bara allan daginn og drulli yfir allt og alla. Það er bara glata. Sko, ég held að baktal sé líka, þetta er svona
Þetta er rosalega svona easy way out í ykkur umræðu. Það situr einhver starf og svo bara, heyrðu, hefur þið heyrt þennan maður? Við hefum oft gert grínað pappa minn mér í þessu þætti, Kittablöðu, Britsara, toppmaður, já. En Maja systir benti mér á það fyrir mörgum mánu síðan sem staðfest. Pappi hefur aldrei baktalað mig, hann talar aldrei illa neitt sem mikill kostur, sko. Og herru, þá næsta tónlistin sem þú hlustar á í kringum 14 ára aldur svo tónlist sem þú mynd alltaf tengja sterkast við á lífsleiðinni. Og það meikar svolítið sens. Hjá mér þetta Nirvana og Guns N' Roses. Hjá mér það bara rap, sko. Já. Hvað það væntanlega eitthvað tekno hjá þér? Ég reyndar, sko, ég var mjög harður Guns N' Roses aðdáandi. Og svo hlustaði mikið á U2 og bara Metallica og allt þetta shit, sko. En samt tek ég alveg frekar harða beigju þarna og bara búin að vera í raftónlist eftir það, sko. Ég líklega undartendingi frá þessari sem sanna reglu, sko. Já. Svo næsta, ást ávanabindandi og eins og með allt annað sem ávanabindandi fólk getur mismikið fíkill. Við hefum ekki ásjúku vinum. Já, við hefum rosalega mikið aðeins, sko. Ég var bara með við sögurnar sem ég að segja ykkur frá mér sem úlinga, þá var ég ásjúku sjálfur, sko. Ég bara náði að rífa mig úr þessu. Lappar ekki allar bara einu, það er sleik, sko. Já, skrifandi ástæðbreið. Já, svo var ég að tengja lög við fullt af. Áttu ennþá ástæðbreið, please segðu og eigir ennþá. Já, ennþá. Please, lestu það aftur. It's time, sko. Steindi 7 ár síðan. Steindi las það á Helium ekkert mann. Þetta er samt entertaining shit. Ég las bréfugtin á Helium. Það var í blökastinu. Það ætti að vera í Blast from the Past. Við þurfum að finna það, sko. En sko, nei, það var ekki blökastinu. Þetta var handskrifa shit eða ekki. En nú kemur ekki rétt. Næstu þegar að Stoneman kemur í stúdíó þátt í blökastinu með horturhornið. Hvað sér nú kippir í þess með, skoðum það? Já, sko, eina sem svo leiðis, mamma hendi kassa sem bæði, í dag kannski bara fínt fyrir mig. Ég var með kassa undir rúmi í Frostafaldur, það endalust að rugli. Eitthvað blöð og... Já, það voru dagsetningar, fyrsti kossinn og eitthvað svona fyrsta eitthvað. Akkur hendu því? Ég lifði náttúrulega lífið mínu bara eins og ég væri í Beverly Hills 90210 eða eitthvað. Það var svo margt vondið sem kastaði og trúið ekki, sko. Það þarf ekki bara að ramma þetta brefi. Hvar geymir þið brefið? Undir rúmi eða? Nei, reynda þegar þú segir það. Það ætti að ég gæti verið einhverju kassan í bílskur. Svo næsta, íslenska er eitt af 10 erfiðustu tungumálum heims að læra. Og það á lista með kínversku, pólsku, finnsku, kóresku, japansku og arabisku. Shit. Það myndi alltaf kínversku var tölvöld erfiðar en mandarín, já. Sko máli er að fólk sem heyrir Íslendinga tala erlendis, þeim finnst alltaf eins og sem að rífast. Já, og margir sem tengjaði við rússnesku. Ég oft lendi því bara út í leigubíl bara. Russia. Mjög giska á rússi. Það er eins og Íslendinga, sko, að maður myndi ekki skilja íslensku og ég væri bara að hlusta á ykkur tala, það væri svona eins og það væri að þræta. Fólki finnst það eins og það sé bara að rífast. Ég skil alveg að það sé erfitt að læra það. Ég meina, ég fættur og uppalinn og ég fjalli í íslensku, ég er samrændi brún. Og því góður í ennsku samt? Já, mjög svona, af 10 þar. Það ekki? Djóst í Oklahoma. Sokkar í íslensku, góður í ennsku. Já, þessi hefur komið áður en mér finnst hún bara eitthvað svo galinn, kannski að því ég á ekki AirPods. 17% AirPods eiganda hafa verið með því eirónu með stundar kynlíf. Hæ? Já, 17%. Hvað, hlustu á hljóðbók á meðan það bakið það? Nei, eða bara, ef það skildi koma símtali eða eitthvað. Ég veit það ekki. Það er mjög, sko nú eru þið báður AirPods menn. Já, ég elska. Er þið sem 17%? Ég elska líka, þetta er besta uppfinning og eftir bara the TV, bílnum og the fucking airplane. Ég segja að the AirPods eru bara mikilvægt uppfinning all tíma, sko. Sko, ég er Galaxy Buds maður. Já. Það er, sko hvað er það? Ástæðan fyrir ég er aldrei með þetta er að ég er með svo annað eira mitt er svo lokað. Ég er svo erfitt með að festa eitthvað inni. Þú veist, þú getur, það fylgja 10 mismælti tappar með þessu. Þú getur haft að bara minni tappa í því getur þetta skoða. En ég er satt mjög sér, ég eiginlega það hlýtur að vera manure. Sko, en ekki með AirPodsin á sér sko, þá ekki nema að þetta væri þá einhver bara sendibílstjóri sem verður skyndilega dettur í eitthvað. Ég meina 17%, sko. 17%. Það er heldur. Fólk sem reiðist auðveldlega ofmetur greind sína. Fólk sem að verður fljótt að reyta eða byrjað er ekki að gáað og heldur að sé. Það er líklega rétt í það. Ég get staðfest að reiðast að lesi ég þekki. Það er svona, halda þessu gáðar en þau eru. Svo er það síðasta. Þú getur ekki, þetta meðan þessi er svolítið merkileg. Þú getur ekki skráði í herinn í Bandaríkjunum ef þú ert yfir 203.
Í metrum Akkur máttu ekki vera svona hávaxinn í hernum Bara út af öllum bílum og öllu sem að fylgir combat Og það er ekki til merge fyrir þig líka sko. Þú bara kemst ekki í skriðdrega Kemst ekki í fötin og skriðdregan Akkur geta ekki saumað fyrir saumað föt Ég held að það sé ekki föt Gæði þetta sé fljúa fluguluna með 1.25 á hæð sko Já Það er svo gæðin í Bauhaus það lítur að vera einhver Það lítur að vera einhver stjætt í hernum sem þú ert ekki í verið málum að vera hávaxinn Já, allavega, þú mátt ekki, þú kemst ekki í herinn yfir 203, það er bara sturglu starrendi, ég skal segja ykkur bara hér og nú, þetta er ekki bullshit okay. Það er auðvitað að skjóta þau yfir 203 sko Já, létt að sjá þau á vellinu Já, það er reyndar alveg rétt Fyrsti gæði sem myndi skjóta verið gæðin sem var 203 Steint, er þú ekki minnstur á okkur? Við erum jafnháður 1.78 Ég er 1.79 Er það? Já, Þú er harrið þú sko Ekki sangat vegabriði Þú ert minnstur á okkur Já Það er samt huggulegastur með þetta yfirvaraskegg og þykka svarta hár Og yngstur Já Sagt, ég var næstum að segja Samt jafntefli við King being old piece of shit Já, gömsál Neitar að fara að skemmtist það og svona Það er ekkert að móka mér Það getur ekki spjallað það sko Hvað er það að kjæfta þig? Hvað er það að segja að vera kjæfta þig? Shit, þetta er búið strax Ég segi hérna Airpods and I call fucking manure Nei, og Steindi Ég ætla þá að segja að sé hérna þannig sem þú sagði rétt á undan því Tungumál Erfiðustu tungumálin eða ástur ávanabindandi Já. Nei, það var fólkinn labbar hratt baktalar ekkert meir en annað fólk Ég bjóð það til, mér sá síðustu stundu Það er henda hljóma sem manure Þessu fucking heimskir eru þess Já, Svo ofta að fólk í bílunum skellilhægend Ég get lofað ykkur að flestir sem voru að hlusta föttuðu það strax En drengir, það kom með næsta lag í kúpnum Egil, ég skal hækka það í stúdíunum Metallica, hvaða lag? Já, þeir kalla þetta lag Enter Sandman Þetta er lag Þetta er lag Þetta er lag maður Og ef það er einhver að hlusta núna sem ætla að vera rólegur í kvöld sérstaklega einhverju svona okkar aldrei hugsa með sér, herru, fjandinn hafa hvað er langt síni heyrði í félagunum eða vinkonum drullu ykkur í gýr FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95. Hárið þeirra að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og já, Opos þemaðið heldur áfram hér í FM 95 Blu því að það er komið að ekki How do you do fellow kids Steindi? Nei, það er komið How do you do fellow Opos. Já, og ætlaðu með þetta í síðustu viku? Japp, við gáttum það ekki, við bara brunnum á tíma en það er komið að How do you do fellow Opos í fyrsta skipti. Þannig að það eru frasar gamla fólks en ekki unga fólks. Já, og drengir, í staðin fyrir að hafa þetta 5 spurningar svo alltaf þá ætla ég að keyra ykkur í 10 spurningar. Nei, það er rosa mikið. Nei, ok. Það er ennþá rétti pönd það þarf að rétti pönd og þú átt alveg sérst þarna því að núna er þetta frasar á svona þetta er Opos-frasar. Já. Og ég er búin að þínu leveli. Já, ég held ég breyk núna. Ég er búin að velja Opos-lagið því að það er náttúrulega ekki sama lag sko. Ég er með að tilbúið hérna. Og þú mátt kannski bara keyra það vel upp. Þetta er Opos-lag Scatman. I'm a Scatman. Anna, drengir How do you do fellow Opos er að fara að detta þetta í gang og eru þið klárið? Þið þekkið reglurna. Já, þetta eru frasar gamla fólk sem var á rétt upp hönd en maður veit. En Björnsson, þeir fæstu aðstoð að gera þetta bara sjálfur? Ég fekk smá aðstoð frá einu félaginum og annars gerði þetta bara sjálfur. Það er eitthvað á króksvara spurningar. Hvað segir þið? Nei, alltaf byrjaðum bara Það voru bara sami frasar á króknum og hér. Líklega, sko. Nei, maður segja, ég er með 11. Það er allt og mikið. Ég þarf að taka hérna. Það var hálfur tempo. Þetta var trekkar hægur gæði, sko. Já, ok. Þetta 7. Nei, þetta er alltaf, þetta verður tempo. Það er ekkert eðla hægur. Ég get lofa ykkur, þetta verður tempo. Ok, er þið klárir? Já. How do you do fellow Opos? Það byrjar núna fyrsta spurning, hvað þýðir frasin fjö? Egill á undan. Peningar. Það er hárið! Það er ekki frasi. Fjö? Það er bara annað orð. Það notar enginn fjö. Jú, Heiðar Guðjónsson. Þetta er bara annað orðið við peningur. Máli er, þegar það er ekki stig. Þetta er bara annað orðið við þetta. Þú varst of setnar eftir pendina. Það er ekkert að fúll í Opos. En máli er fjö. Ég er bara að hugsa bara allt annað dæmi. Ég hugsaði strax það getur ekki verið peningur því þetta er ekki frasi. Öll viðtöl sem ég heyri með Heiðar Guðjónsson sem er okkar besti maður hérna. Fyrir þá talar hann alltaf cash
sem fé og mér langar að vera það töff að ég tala um peninga sem fé Auðvitað eigum við að tala um ég þessi fé. nægir sig einhvern veginn bara að ég segi cash frekar. Ok, núna, ég skal bara, hann fæ stíð og allt það engin peningur, Nei. en þú veist að það er mikill munur þú að pakka það saman Hann er að pakka það saman. En það er mikill munur á frasa og öðru orði yfir ykkur. ok. Það er eitthvað rugglaður. frasin er fé Er ekki frasi, Já, það er bara annar orði yfir peningur. Það er einn kongur sem notar orðið fé, engin annar, þannig að þetta er frasi Það er í rauninni hellingur í af dag. fólki sem notar það. Ok, næsta spurning, það er definitív frasi 1-0. Verið reddi með hendundarstrákar. Þessi hérna mun fara væntanlega heldur hratt út. Hvað þýðir frasin Sjensin bensin? Auður Blöndal. Bara sjensin eða gerir það glætan eða bara ekki sjens. Ekki sjens. Sjensin bensin. Já. Það er hárið. Það er 1-1 Þetta mátti ekki vera að gefa afsláttindi. Nei, þetta var frasi. Þetta var frasi. Það var strax munur. Það þarf að vera með alveg hárið. Þetta var frekar rétt fannst mér, er það ekki? Ok, þriðja spurning í Hátíð Dúfell og Ópost. Hvað þýðir frasin piece of cake? Nei! Ha, býttu Gleymd Ég var snegri. Þið voru, sko, Hann situr við hliðina. Já, mér fannst þess að Já, sko, málega sko blöð. Og fyrir utan það, þá er þetta ekki heldur frasi. Þetta er bara ennst orð. Nei, Þú var piece of cake er frasi. Þú var átt á einu blöð. Steinþór Sjónarsar kenni. Þetta er Þú eigin. varst ekki snegri. Hvað þýðir piece of cake? Hvað þýðir piece of Það cake? er ekkert mál. Það er hárið líka. Þetta er mín kenni. Anskotið Þín sjálfur. keppni. Það er bara ekki sála sem getur Ég ekki gætt svarað þessu. fé og þetta. Já, til hamingju. Þú veist hvað piece of cake og fjett Já, maður roll. Hvað, sko, nú ætla ég að taka fram strákar ákveðin líkamspart. Hvaða líkamspartur hefur stundum í gamla daga verið kallaður fermingabróðurinn? Já, og hvað ætlar að segja þetta hann við snegri? Gleymdu Var hundinni. hann ekki? Nei, Já, Hann var helviti ég reyndar held ég að vera snegri núna. ég hef sko. bara því að sitja við hliðina. Já, þið verðið svolítið líka að hjálpa til Já, með þetta. Það ég- verður Nei, heiðalegi. þetta varst ekki snegri. Ég held reyndar að ég Þetta hef er verið snegri tippið núna, sko. Þetta er tippið þér. Þetta er stál Sko svari. málega, ef þú metur þannig, Stenþór, að við höfum verið jafnsnöggir, Já. þá finnst mér að báðir meg að svara. Já, þá, ok, hvað segir þú? Ég segi þessi penin sin líka. Já, það er hár rétt hjá okkur báður. Og hvað er staðan Þetta er ekki verið svo spennandi í mörg ár. Já, þetta er næsta keppni sem Steindur haldið. Nei, Og hvað hefur hann meinarðu? haldið nokkar. Ég get ekki máfa inn í þetta. Þetta er fast, hvað meinur þú? Þetta er allt frasar. Þetta er ekki frasa. Þú Þetta er bara er basic. fúll að þið vart ekki að vinna. Þú ert að setja keppni af stað bara hvort ekkert er sneggar að rétt upp hönd. Ég ætla að Nei. byrja að nota frasan fé nú. Já. Þetta er ekki frasi. Herðu, það er 3-2 fyrir Agli. Við verðum að halda áfram. Ég fæ svona sting. Er ekki 3-2? Já. Ég er að vinna. Ok, þetta er núna, þetta er frasi að ég myndi að spyrja núna einhvern sem var að vakna úr dái hvað það þýðir, það er ekki fræðilega möguleik að myndi vita það, Ok. þannig að þetta er frasi, Já. en þið vitið þekkja hann báðir, þannig að ég spyr, hvað þýðir frasin? Sjömli. Þetta var Auðun Blöndal, Gamli, bara vinur. það þýðir gamli, Já. þannig að ef einhver segir sjömli, Ekki gefa afsláttindi, nei, það ef var einhver segir, alveg harður á ef þessu. einhver sko. segir hei sjömli, þá hann þá við, hei gamli. Já, það er bara hei vinur. Það er hárréttur! Ástæðan fyrir ég veit þetta er nú bara í gegnum þig. Jöfull, getur þægileg Þú við átt blöð. hennar frasa, Það er sko. líka mjög fyndið hvernig Þú átt frasan? Ég veit það, en hvernig þetta er breytt. Ég á þetta ekki eins og það er Sveppið? Nei, það er vinur okkar sem ég ætla ekki að nafngreina sem var það fullur að senda okkur bara, hann var að reyna að segja gamli. Gamli, já bara Hann gamli, hvað sagði ertu? sjámli. Í ölæði Já, í sagði öðlæði. sjómli. Já, og við byggum til lag, okkur fannst þetta svo fyndið frasi. Við byrjuðum allir að nota þetta og sögðum bara sjámli í staðin fyrir gamli. Í dag er þetta orðið eitthvað svona sjómlar, eitthvað, þetta er orðið allt annað í dag heldur þetta var nokkuð tíma. Já Það sagði það King Frekador. Frasa breytast. Já. Herðu, hvað þýðir frasin Ég dúta mía? Þetta var Egill, þetta ekki. Var þetta þú? Sorry, ok, býttu, ég nenni ekki einhverju leiðindum. Hvor var þetta? Já, Sko málega, þetta mátti ekki láta blöðarinn vera svona, hann er að manipulata það, Nei, sko. Egill, sko- verðst þú líka heiðarlegur? Já, Hérna- þið þurfum svolítið að taka þetta. Eina sem ég ger hérna, ég rétt upp hönd og ég hlusta okkur þú segir og ég ber virðingu fyrir Já, og Ég er ekki að reyna að setja út á neitt sem þú gerir. Ok, þú færði Vissjónið þetta. þitt er náttúrulega höndina sem er hliðin á. Já, býttu, ég þarf að vera Þarna var ég í greinilega miðjunni. snegli. Nei. Ég ætla að vera svona að sjá Þetta er þig. líka máli, þarna þurfum við að vera í mynd Já. til að hlustendur Já, getur horta við að geta og pásað metið þetta. og Já, líka já. fengið var. Já, já. Teikna þetta upp, setja ykkur á línur og Stráka, eru teikn inn á stöð? Við erum það alveg eftir. Sko, þetta er keppni sem ég langar hvort þið er ekki að vinna. Já, þannig að ég það takti bara. er 3-3, Egill er með svarið til. Hvað var Það sagður, er- hvað var þetta aftur? Ha, ég dúta mía. Ég dúta mía. Bara Jésús minn eitthvað, Guð minn almáttur, hvað er að frétta þarna? Ég dúta það mía. Ha? Það var ekki alveg rétt fyrir þetta. Nei, þetta er bara ekki rétt. Svarið til að vera yfir. Býtu, hvað er Ég dúta Hvað er mía. svarið hana? Það
Það er svona Dóttar bara, hvað er að gerast? Já. Hvað er að gerast hérna? Hvað er að gerast? Hvað er Hvað er í gangi? Hvað er í gangi? Hvað er að sjá jafnvel? Já. Hvað er það bara hálfrétt? Þetta er stafi, ég stafi. Nei, þú sagði Jésús minn eitthvað. Þú fórst í það. Herðu, það er 4-3. Það er 4-3 fyrir þetta. Þú elskar að Hann skemma hatar Jésús sko. Nei, nei, Bátti það er sagði fjö- Jésús og gaf mér rán. Það er 4-3 fyrir þetta. Það er örfár eftir, bara 2 eftir eða eitthvað. Já, já, nóg eftir. Það er 4-3 fyrir þetta. Það er hellingur eftir Já, þetta. hvað þýðir frasin gúgú gaga? Það er Það er auðvitað rugglaður að vera hálfklikkaði bara Já. eitthvað. Vera rugglaður. Það er hálfréttur. Það er 5-3. Það er hann með ránsvar og þú etir Nei, þetta það svar er og rétt gafst hjá hún honum. punkt. Gúgú gaga er að vera Það rugglaður er verið að rugglaður að klikka. Það er bara eitthvað gúgú gaga Hvað er hann eitthvað rugglaður? Þetta er frasi sem ég vil að fyrir að nota meira. Egil er eftir þessu hönd Laumaði blöð að þér en umslæði á Fyrir þessu keppni. Ég er að segja, við erum bara Þú er búin að alveg gefa þér svo Google. marga Heyrðu, sénsa. þú mátt ekki vera Brót svona. umslæði í skápnum mínu fram með Nei, nú ert þú kúkú gaga. Nei, ég er bara Herðu, ok, það eru 2 eftir. Það er bara að nota Ok. gúgú gaga Það eru með það 2 Ég ætla eftir. að setja mig við X í dag. Þú getur fengið extra því ég ætla að bæta við 11 eftir. Það eru 2 eftir. Þessi er fljótur út maður, ég veit það bara. Hvað þýðir frasin með boradröttu I like? Bara ég fíla það Mér líkar þetta Þú sopnar á verðina mitt, þú hreyfðir ekki sko málið er- litla fingur. Ég ætla að leggja inn kortun. Akkur? Mér finnst ekki sangjað. Já. Sérðu hvernig ég Þú set stendur ekki eins og bæð Nei, Þú sérðu hreyfðir ekki litla fingur. Nei, ég ætla sérðu hvernig ég set. Ég set núna í stól með hendur á borðinu Já. og blöður stendur. Það er in elevated position. Og hann geymir höndin á enninu þegar þú spyrð. Sem því að hann þarf bara rétt og svona 10 cm upp ára og komið svo. Ég Ég byrjaði á því eftir því Hann var svo snöggur að sjá höndina Ég þína þarf bara fara upp. meter upp bara. Þú Þetta reyndir ekki eins og lifta Þetta er langt fyrir mig. Já, ég er sammálaðið, þú varst komið með hann upp að hátt. Ég kom með 3 stiga fórustu Ef Nei, ég nei, nei, nei. ef ég er hérna, byrju Ok. hvað hann að segja. Nei, það sem ég gerir núna, strákar, af því að ég, ok Þetta er svindl. 3 stiga fórusta Nei, auðvitað, ég sverða, ég ætla samt að vera sammálaðið. Þú varst með hendina hátt Þú uppi. mátt gefa refsisti. Já, ég ætla, Þín keppni. Já, Ég bara segi, Nei, hann má gera svona ég ætla ekki að gefa refsistig. Af hverju ekki? Ég ætla að taka bara þetta og gera þetta stig ógilt. Nei, ég er 3 stigum við Nei, þá Nei, varstu tveimur. 2 stigum yfir og ég bæti bara Nei. freka við annari. Bannað að svindla, Hvað bro. þýðir frasin? Þið verðið báðið, nú verður við niður með hendur. Þetta eru 2 eftir, af því að Þetta fikkt í hinn eyrun á fór sér. bara. Þetta fikkt í eyrun á sér. Því að veit hann er snöggum með hendinu. Það er enginn að fikta í enni. Hvað þýðir frasin? Draumur í dós. Þetta var bara klýrli Hann var sneggri, hann. Já, Já, þetta var En það, þú liftir ekki upp hönd Þetta var snegri. Hvernig gæti ég þá ekki verið snegri? Þetta var að snegri. Þetta var auðvitað, já. Ég viðurkenni þegar Það hann er snegri. eitthvað sem er hrikalega gott Já, þú veist, já, þetta er bara draumur í dós. Já, þetta er bara hrikalega gott Það er bara draumur í dós að vera hérna Já. Ríkalega gott. Já, hrikalega. Bara æðislegt. Ef ég segi, hvernig er tenni? Það eru að draumur í dós. Það er ríkalega gott. Þetta er bara old pause Það er hárrétt! Og það er þryggjastefun. Þú getur ekki komið nála Nei. þetta segi ég. Þannig að, jú, ég get alveg svo sem spurt. Síðasta spurningi var basically Helviti er að segur í Ég þessu vil fá örskýringu Hvað er gummitjekki? Og það er auðvitað Það er bara tjekki sem að stendst ekki í banka Því það er ekki til innistæða fyrir honum Þetta er eitthvað sem þú gerir reglulega í blökastinu Með munninn á þér. Já, með Þetta munnum er aður basically bara gummitjekki Já. Það er hár rétt þegar þú varst með 4 stigum blöð. Hann pakkaði mig saman 7-3. King of Það reyndi að Opos. svindlaði ég og alltaf. Við svindlaði ekki Þið Já, vildu þú varst að fikta í eyrun á þér Þið þarna á vildu sínum hvori titilin í byrjun og var að sauð upp úr og það vildi Það allir skemmtir vinna þetta sko, þetta er miklu betur en hinn. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Það er rétt að það eru Loop og Dynout sem færi ykkur F95 drengir Ég er að kvefast hérna Ég veit ekki, ég var ekki svona aðan Ertu við COVID eða? Já, nei, ég held að þetta sé bara Það kuldin eru mjög margir að fá COVID þessa dagan Og sko. að lappa þetta á milli Það Bara eru ganga. 40-50 manns á dag með COVID. Og þú getur ekki lengur farið í a test Munið þegar við lokuðum öllu samfélaginu út af þessu kvefi. Já, viltu meina að það hefur verið röng ákvörðun Í dag Þú náttúrulega sem sérfræðingur Hindsight is 2020 sko. Hann er með gott að töði við því núna en ég Já, ég held töði það þetta- ekki á þeim tíma. Málega er náttúrulega Mikið. allir búin að fá ykkur bólusetningar eða búin að fá COVID og allt þetta. Þannig að ég held að þú sért að fá þetta núna. Ef þú fær COVID núna, ertu að fá þetta í 5-7 skipti, þá held ég þetta býti lítið þau. Já, bara fínt Það er ekki Þú búin að spáð testa það eitthvað nýlega. Ég? Ég held Þú að sé hafðir nú ekki verulega testa. gaman að því. Ég held að sé Þú ekki. elskar ekkert meira en pinna í nefið. Það voru fáir sem fóru oftar í test en þú Já, ég minna að þú veist. Nójaður Já, Nei, einu ég sem vildi getur bara ekki toppað vera að þig, smita aðra. Einu sem getur toppað er eitthvað flugmaður sem svona þarf að fara í test alltaf á hann fyrir vél. Einu leið sem getur mjög að toppa þig. Þú fórst Sem var bara að ferðast mikið Já. Já, Þú bara fórst bara út af því að langað. Ég held ég sé að ofmynda rosalega hvað ég fór ótt. Já, það er allavega 13 sinnum En það er komið að lokum hér hjá okkur í dag í F95 Blöð Við verðum mætti með blökkastið á þriðjudaginn í Bullandi Gýr
Og já, svo verður ég bara þáttur aftur næsta föstudag. Í góða helgi, kæru hlustendur drengir. Hefur við ekki að fara að hafa eins gaman? Jó, sveið með það. Við eigum að skilið. Ég veit það ekki, en við ætlum alltaf að reyna að hafa gaman. Ekki? Jú, og það er ekkit svo sem það þarf að minna á helgina. Það er allir feskir bara því ekki. Jú, betur, er eitthvað í gangi? Nei, ég minna var ekki eitthvað Ekkert sem voru beðnir að plugga. Þannig að við erum að vinna bara eitthvað líka og eitthvað Neistustýra og eitthvað góða helgi og heyrum vonandi á þriðjudaginn, ef ekki þá næsta föstudag. Það með enda þetta á ég veit ekki hvað þetta er. Ég glemd að setja á loka lagið mitt úr kópnum. Er það? Alltaf er ekki að spila hérna Venga Boys? Þetta er eitthvað Ray Snake eitthvað. Hvaða viðbjóðar er þetta? Rikki, þetta er ekki hægt sko. Hendur er ekki bara inn í kerfinu? Hvað er vont lag maður? Jú, ég er að maður sjá. Það er ekki. Við getum ekki enda á einhverju sem við veitum ekki hvað er. Þetta er vont sko. Ertu með eitthvað lokalag í huga? Já. Getur ekki prógrama bara til miðnættis og Króksvara koncept sem er búin að vera með í þetta núna? Fólk geta alveg haft gaman að því. Það var bara með stilt á FM alveg til miðnættis að hlusta á lög hérna. Maður sjá, nei, herru, við þurfum hvort þeirra að fara að skipta um fötu og eitthvað. Við endum þetta á þessu lagi og ég byrst afsökunar. Heyr eftir viku.